Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Við fáum gest til okkar og fáum að kynnast honum og kannski spegla okkur svolítið í viðkomandi. Og nú hingað komin frá Seyðisfirði, Þóra Guðmundsdóttir. Þóra Bergný á Facebook. Já. Ertu kölluð Bergný eða? Nei, ég er kölluð Þóra. Ég heiti eftir afa mínum og ömmu á Hornafirði, Þórði og Beggu. Hún hét Bergljót og hún vildi ekki setja það nafn á barnið og fékk því breytt í Bergný. Falleg nafn, Bergný. Já. Bergljót þetta? Ljót þýðir náttúrulega bara ljós, en þannig skilur fólk það ekki. Já. Börn voru oft strítt af því sem hétur svona, sem endur ljót. Já. Börn finna sér ýmislegt til að stríða. Og voru þau hjón, Þórir? Þórður og Begga voru hjón, náskild hjón. Náskild hjón? Ég held að hafa verið þrímenningar, ég vil ekki tvímenningar sko. En það hefur ekki, finnst mér komið þessu ögum. Og svo er móður fólki mitt austan af Héraði, afi og amma byggu í Londafirði og svo yst í Seyðisfirði og svo inn í bæ. Þannig að ég lít á mig sem Seyðfirðinga, últra Seyðfirðinga. Og þarf það að fara mjög langt aftur til þess að finna fólk sem er ekki eiginlega bara í kannski 40 km radíus? Já, sko ég á mikið að skildfólki á Héraði, amma mín kemur úr Skagafirði. Foreldrar hennar, fátækt fólk, bara vinnufólk, Skagafirði, flæmdist austur og Hérað, börnin tvístruðust í allar áttir. Og amma lendir í góðu fóstri í Hleinargarði, talaði alltaf um það fólk miklum kærleik. Ég á einn skemmtilega sögu á ömmu, ég elskaði þetta fólk með þetta, ömmur og afar skipta svo miklu máli í lífinu. Að á fermingardaginn sem kemur hún út úr kirkjunni og afi býður fyrir utan, þá líka bara jafnaldrennar, drengurinn, með hring og þau bara trúlóðast þarna á fermingardaginn og voru saman alla sína tíð. Og byggu á Álfhól, í Seyðisfirði, í næsta húsi við okkur, þar sem við byggðum í túnfætinum, pappa og mamma byggðu hús. Þannig að ég átti alltaf innskot hjá ömmu. Hljóp niður alltaf á hverju kvöldi og lagðist upp í hjá henni og báðum saman bænirnar og svona. Þannig að amman var mjög mikilvæg í lífinu. Þú ert kynntið sem Seyðfirðing, þú ert rosalega Seyðfirðingur. Ég er súper Seyðfirðingur. Já. Og alltaf verið það? Já, ég elska bæinn minn og ekki ástæðulausu. Hann hefur verið bara minn megin skóli. Ég hef hvergi lært eins mikið eins og þar. Og bæði upp á gott og illt. Það hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Ég er hreint ekki að segja það. En svo samvistir þínar með bænum? Já, þegar maður elskar eitthvað þá er það ekki alltaf bara logn og blíða. Nei, ekki heppikulegki allar tíma. Ég manni sem var í Noregi og leitaði svolítið upp Íslendinga, það var bara ástæðu sem ég nenni ekki að fara yfir hér. Og þá hitti ég hjúkrunarkonu sem var frá Ísafirði. Já. Á litlum bæ, djúpt inn í norsku firði. Og hún sagði að það eru fleiri Ísfirðingar af minni kynslóð sem eru hér í þessu bæ heldur en á Ísafirði. Þannig að þá er ég að velta fyrir mér sko að bærið sem að þú ólst upp í og samfélagið sem þú ólst upp í, það er ekkert endilega Seyðisfjörður í dag. Gjör ólíkt. Búið að skipta út sko, margir, náttúrulega mínir jafnaldrar fóru margir burtu. Það hefur gengið svo mikið á ýmsu í sögu bæjarins. Þannig núna er ég bara elst. Mínu jafnaldrar eru flest öll farin, ekki öll sem betur fyrir. Þú ert ekki elst á Seyðisfirði? Nei, þá er ég að tala svona á mannamótum þegar fólk kemur saman. Nema kannski bara í athvarfinu fyrir ellismellina. Við erum með svona hús fyrir eldra fólk en nú lít ég ekki, mér finnst ekki verið komið þangað. En það er mjög mikið ungu fólki á Seyðisfirði. En bara svona segja að þú veist, það gengið á ýmsu. Þannig að þín kynslóð? Hún er dálítið mikið farin út. Þú ert bara eina sem býrð á Seyðisfirði? Ekki svo eina. Ásdís Ben er eftir, það eru örfáir eftir. En við höldum saman og fólki, jafnaldrar mínir komið heimsókn. Ég heldur elski bæinn sinn alveg jafn mikið og ég, er bara völd að flytja.
Já, ég var náttúrulega, þegar ég byrjaði þessu hótelstússi, farfuglaheimil og allt þetta, þá var það svolítið framandi. Það var engin ferðamennska byrju þá og ég fekk góðan félaga minn Leif Hauksson austur á land og eða æxlaðist þannig að ég var búin að reka hérna með menntaskólanum í Reykjavík. Maður þurfti að fjármagna sitt nám sjálfur, þannig ég vann með skólanum og rak farfuglaheimil hérna á Laufásvegi. Svo kem ég austur, þarna eitthvað 20 og fer og tala við bæjarstjórann og spyr hann hvort ég megi ekki opna farfuglaheimili. Og það stóð þannig á síldin var búin, síldin kláraði 68, þetta 75 og ferjan að byrja að ganga. Og hann segi, það eru tómir síldabrakkar út allt. Síldaplennu voru bara skilin eftir og bærinn tók þá bara upp í skuldir frá spekulendunum þegar síldin hvarf. Og hann segi bara við mig, byrju farfuglaheimili, hvern djöfullinn það? Og segi, það vantar að opna hérna hótelið. Hótelið, það verður einhver að taka það að sér, það er að koma hérna ferja og eitthvað svona. Og þá hringdi ég í Leif, þennan vinn minn, Hauksson, heitinn, blessuð sé hans minning. Útvarpsmaður og snillingur. Og hippi og... Já, hippi nefnilega. Og við vorum svolítið Vindarmaður. Saknar hans úr útvarpinu. Já, hann dásamleg manneskja. Bara eitt besti útvarpsmaður sem við höfum átt. Já, hann var mjög góð. Taka viðtöl og hann var svo yfirvegaður og stiltur. Lífandi forvitni og... Já, bara yndispersóna. Yndislumaður. Og hann segir bara við mig hérna, Þóra, svo lengi sem ég hef salt í grautinn, þá er ég til í það. Svo við förum austur, byrjum náttúrulega tökum við hótelinu og ég fer að opna þetta farfuglaheimili. Byrjum á því að henda út djúpsteikingapottunum, höfum anstuð á frönskum kartöflum og svona, það var bara brauðsni með hangikjötu og grænum bönum og eitthvað svona. En hérna, það sem ég ætla að segja að þarna var bærinn ekki alveg tilbúinn og Leifur átti sér sögu, hann hafði verið á forsíðu Vikunar og hann hefði tengst einhverjum grasreykingum, einhverju slíku sko, eitthvað sem var þá dauðasynd sem betur fyrir ekki lengur. Og það átti bara að reka okkur bænum sko. Og það var hippa líður og ekki nóg með það heldur sko, þá var til tímariti Samúel, Ólafur Hauksson, skólafélagi minn, var ritstjóri þar og því var bara slegið upp að þarna væri við komið, þetta væri bara dekk fyrir stórfelldan hassinnflutning, því bara slegið upp. Og svona öfgar og vitleysa, maður þurfti að sko standa þetta af sér. Við gerðum það náttúrulega og vorum náttúrulega bara til fyrirmyndar og vorum hreint alls ekki að reykja hass, vorum að baka vöflur. En það var svona hippa... Þetta var svona byrjunin svolítið á þessu... Og litir og munstur á allu og... Já, þetta var svona Ég gisti þarna sko 17 ára, ég get ekki alveg teiknað húsið en ég man bara eftir svona andrúmsloftinu. Það var svolítið svona, eins og maður var í svona... Varstu í síldabrakka, geskur? Var þetta út við sjó? Nei, þetta var svona aðeins upp í, minni mig sko, upp í hlíðinni, ef að fjörðurinn er svona, hérna megin. Getur það ekki verið? Nú verður að segja annað hvort norðan eða sunnan við, svo ég skilji þig. Norðan kannski, norðan. Já, þá getur þetta hafa verið farfuglaheimili mitt. Það var eiginlega eina gistingin sem var þá. Ég var strandaglópur hérna, af því að hérna, vinur minn var með farseðilinn með Smyrli, vorum á leiðin til Færeyja. En hann datt í það í bænum og kom ekki austur. Með miðan. Ja, með miðan. Og þá var þetta ekkert rafrænt. Já, þannig að ég var þarna nokkra nætur og reyndi að fá vinnu í frystihúsinu og þeir vildi ekki ráða stráka. Þannig ég sagði, ég get alveg unnið á orði. Ég get pikkað orma. Já, ég get það. Nei, ekki líka til greina. Þannig að enda með því að ég gekk til Akureyrar í leita vinnu. Hvað er það að segja? Þú ert að fara í bræðsluna til skyld fólksins. Einar Magnússon, giftur móðursystur þinni. Já. Stjórnaði bræðslunni. Er mjög eftirminnileg maður. Já, en ég man eftir að það var svona mjög ljúfur fílingur þarna. Og tekið vel á, við varum öruggu skjóli hjá þér. Já, fólk er í góðu skjóli. Vegður ungur maður. Já. Þá var talað um þetta svona sem, ég man alveg, ég vissi alveg af þessu og talaði um það svona í bænum sem svona hippalegt farfuglaheimili. Og síðan er þetta orðið eiginlega mikið dilúg, sko. Farfuglaheimili í gamla daga var þannig að fólk kom bara með sína eigin lakapoka eða gætt leikt á og svo var bara sama áklæðið á dýninu allt sumar og ég vil skipta á kottoni yfir sumarið og svona, þú veist, allt annað standart. Nú er bara
bara stíf pressað hvítt lín og frotti handklæði á hverju einasta rúmi og búið Bara líkklæði. Já, en þetta er sko, það er í rauninni engin munur á farfuglaheimili og hóteli nema í farfuglaheimili er þá eldhús. Þannig að fólk er að elda saman og getur setið saman og kynst. Þannig að vissu leyti eru farfuglaheimilin sko betri íverustæðir heldur en hótel. Því það er svona meiri grundvöllur fyrir samveru. En núna er þetta sem stórið deluxe og þetta sem var þessi eini braggi sem var þá 77 segiru, að nú eru sko 300 gistipláss í bænum í meðtalið Airbnb og allt það sem er í gangi. Stór hluti undir þér? Nei. Nú. En þú með miklu meira heldur þessi 7 herbyggi sem voru það? Já, ég er sem með gamla spítalan sem er deluxe-inn í mínu rekstri, ægilega fallegt og vel uppgert hús. Ég byrjaði að leigja það á bænum og svo var það til sölu og ég keypti það og á það og en mér finnst ég reyndar alls ekki eiga það því að spítalinn er náttúrulega bara eitthvað sem allir eiga saman. Fæddist þú á spítalanum? Ég fæddist þar og dýri sonur minn kom í heiminn þar og amma dó í horninu þar sem núna er eldhús og þú veist, við eigum öll þetta hús þannig að mér finnst ég bara eiginlega hafa umsjón með þessi árin og það vill svo skrítilega til að langafi minn var ráðsmaður á þessum spítala, þá voru kýr og þú veist að mjólka og hugsa tún og afi minn líka og svo einhvern veginn í örlega fléttunni þá er ég orðin ráðsmaður á spítalan. Svo ertu með gistingu líka á Indlandi? Já. Þannig að það að þú farir að vinna með skóla á farfuglaheimilum á Laufásvegi, það breytti lífinu? Já, algjörlega og einhvern veginn er það sjálfst í eðli mínu að hafa gaman að því að taka móti fólki. Svona frekar gestrisinn og hef gaman að því að opna mína dyr og svona. Að þó, sko, ég fór svo að læriði arkitektúra því ég líka með mikið veikleika fyrir gömlum húsum og ég má ekki sjá gamalt hús þá sem vilja fara eitthvað að dytta því og laga það og fór þessni í arkitektúr. En einhvern veginn hefur þetta tekið yfir höndina að vera í þessum gestabransa. Þannig óvart? Já, óvart, ég veit ekki. Hvað er það? Lífið bara færi manni alls konar tækifæri og mér leiði vel í þessu. En þetta þarna í Indlandi, það var bland af hvoru tveggja. Þessi húsasótt minni og gestasækni að ég fór með vinkonu minni frá ferðaskrifstofu á Nýja Sjálandi. Hún var alltaf að tala við mig Indland og Kerala. Þetta væri svo dásanlegt land og ég myndi örugglega elska að vera þarna. Svona. Endað með ég fór með henni og hún hafði rétt fyrir sér. Þannig að þegar hún fer heim þá var ég eftir og elskaði að vera þarna. Kerala, kannski segja þér aðeins svona bera þessi pláss saman seinna af kotsið þar sem ég bý á veturna og Seyðisfirði á sumrin. En semst ég verði eftir og kem svo aftur og alltaf að leigja mér eitthvað íbúð og hengja upp gardínu, setja blóm í vass og gera fínt og eitthvað svona. Og þannig ég fer að hugsa mér til hreyfings að finna mér eitthvað sko meira stabils, ég eigi bara og leitaði og ég labba inn og sé hús, 100 ára gamalt hús sem er eiginlega detti sundur, bara algjörlega á leiðinni í moldina og ég þurfti ekki maður 3 mínútur til hugsa sko, ekki einu sinni það. Þetta er húsið og keypti það og það er svo grunnurinn að þessu litla hóteli mínu sé á smá saman setta í stand og byggt fleiri hús, þetta var stór garður og þegar ég segi þá gerir mér ekki einn, ég er á mjög góðan félaga úti í Kotsin og það var líka svona bara eitt tilviljunar leiða mann áfram, ég ferðast alltaf í svona riksjó svona litlum skutlum sem eru mjög sniðrætt að vera hér líka. Það er nú eitthvað til að það er nú eitthvað, já, það er mjög sniðrætt, mjög flott sko. Mjög þægilegur ferðamátum. Það er öðruvísi veðurlag hér eða ekki? Já, reyndar. Það er mjög mikið öðruvísi. En allavega ég vinka svona riksjó og það er maður skutla mér út allt og maður tekur svo sem ekki sérstaklega eftir honum, hann situr bara hérna við stýri frammi og svo kem ég heim á mitt gistihús og það var ekki eins og hurð, það var ekki af því ég væri eitthvað forrík sko. Það var ekki eins og hurð og herbyggin og svona lúa í gólfinu og það banka og ég kem niður og hitti þennan riksjódræver og hann spyr Did you lose something? Týndur eitthvað? Ég segi nei, ég held ekki. Ertu viss? Já, ég held að. Og þá réttir hann með síma. Gamla Nokia síma sem hefði dottið úr vasa mínum og undir sæti hjá honum. Og ég sé náttúrulega strax, þetta er heiðarlegu maður, ekki það
fullt að heiðarlegum fólki í Indlandi, menn halda að þetta sé tómi svindlarinn, það svo langt frá því. Þannig ég segi bara, ertu laus á morgun? Og hann fer svo verður bara minn engadræver þannig. Þú veist, ég hringdi bara alltaf í hann. Hann átti reyndar ekki síma, en hann bara kom á morgnana og spurði hvað ætlar í dag. Og þetta sem sagt Faisal, sem ég kalla Farsæl, og hann búinn að vera, þú veist, bara minn umsjónamaður og haldið utan allt þetta stúrs þannig nýra Indlandi og gerir það með sóma, frábær náungi. Þetta væri upp á sig líka. Já, og þegar ég finn þetta hús með Farsæl og hann segir mig ekki sína svona mikinn áhuga, þú veist, þá hækkar það bara í verði, sem það og gerði, sko, bara helling. Af því ég gæti ekki gleymt í hvað ég var skotin í þessu húsi. Þú var náttúrulega hvítur maður í suðrinu bara peningur. Já, dálítið mikið. Og og þetta eru þess 2 hús, þannig ég segi Faisal, ef þú og þín fjölskylda tekið stærra hús, þá get ég búið í litla húsinu. Og hún fannst þetta góð hugmynd, en ég held sko fjölskyldinu hans fannst það kannski ekki. Þannig að úrverður, ég alltaf bara búin að kaupa allt of stórt hús og þá fer ég að hugsa þetta með að taka á móti gestum sem að fjall mér vel. Þannig við opnum þarna, byggðum hæð og annað það sem ég bý og svo 4 herbyggi, þannig að það byrjaði þannig. Svo hefur þetta undið upp á sig. Og bara orðið rosa vinsælt hótel, það bara alltaf allt fullt. Man gæti svona dregið svona ályktanir að þessu að þú sagðir að kallar hann farsæl. Að svona farsæld í lífinu væri svo að vera bara gera vel úr því sem að kemur upp í hendunar á manni. Það ekki svo mikið atriði sko hvaða ákvörðun tekur heldur svo að bara treysta því sem maður eitthvað frasi var sko það ekki til góður og slæmar hugmyndir heldur bara hugmyndir sem gerðar góður og slæmar. Já, og líka bara sko, að treysta lífinu þá til annað kemur í ljós og maður getur alveg orðið fyrir vonbrigði menn maður er að halda áfram að treysta því að ef maður hættir að treysta þá missir maður hugrekið. Það átt að vera heppinn. Þú hefði getið verið óheppinn og þetta Já, það allir bæði heppnir og óheppnir en ef maður er óheppinn og bara dregur sín í skel og hættir að treysta þá gerist ekkert. En svo held ég að skipti líka mjög miklu máli sko, þetta öryggi í æsku hafi ekki lent í áföllum. Ég átti yndislega foreldra sem treystu mér. Það var bara leiðarstefið. Ég get sagt þeim allt og þau stu bara já og var það ekki gaman? Og það var ekkert ofbeldi, það var ekki drykkjuskapur, bara væntumþykja og kemur ekki beygluð úr æskunni. Ég kem ekki beygluð úr æskunni. Ég held að það skipti máli. Upp á þetta traust, sko. Geta treyst lífinu. Nú skulum fara þangað, ég eftir sem síða að spyrja fólk hvernig mann fyrst eftir sér. Já. Sko ég man ekki eftir mér, en mamma sagði mér, ég hef alltaf verið svona félagslynd, að við byggum í kjallaraíbúð til að byrja með á Brekkugötu uppi á lofti bjó Jóhannes bæjarstjóri og hans kona Kristín minn hún heita og ég hefði klifrað upp á svona steyptu veggur í kringum og ég hefði klifrað upp á vegginn og kallað út í þú veist nágreinið krakka koma að leika mér og þú veist þannig að ég hef strax byrjað þarna ég man reyndar ekki eftir þessu og mamma sagði mér líka nú ég að segja hvað mamma mann og sagði mér sko að ég og Sigfús, sonur bæjarstjórans, reiddumst við kallinn, hann var eitthvað að reyna að stjórna okkur. Og þá erum við að leggja á ráðunum, við byggum í Brekkugötu og svona bratt niður og beint niður í fjöru, nú búið að breyta landslæginu þannig að komið uppfyllinga þetta var fjara og erum að leggja á ráðum með að taka kallinn og velta honum niður brekkuna og út í bæjarstjóran. Þannig að var þarna bæði félagslindi og einhvers konar uppreist sko. Mamma henn að segja þessa sögur að því henni finnst þetta að vera lýsandi. Já, sennilega, kannski það er krakkar eru félagslynd upplýsnagjöld félagslynd og upplýsnagjöld Begið ekki til autoritet Já, það var hún sennilega að segja mér það Já, og kannski það dálítið rétt hjá henni En þú segir það að verið alin upp í spillingafólk því þegar það var alast upp og það verið upplifað að það verið velkomið og elskað Sko, fullkomlega en það var aldrei orðað Þú veist, það var ekkert í tísku að segja að ég elska þig og það var bara aldrei sagt. Ég hefði sennilega bara dottið af stólnum, hefði mamma sagt ég elska þig. En ég vissi hún elskaði mig. Það var engin vafi í mínum huga. Og ég var ekki svona, og saknaðist kannski svolítið, það var ekkert verið að faðma og knúsa, sko. En þetta fólk var alltaf til staðar og ég gat treyst í 100% ég ætti þau að. Og þau treystu þér?
og þau treystu mér. Það hefur svona svigrúm að bara... Já, það var ekkit verið að sko nýsast í manns gerðir, þú veist. Man gæti alveg komið seint heim og ég vil bara sinnsæðilega seint heim og bara þóra mig hvernig hefur það og hafragrauturinn tilbúið næsta dag og svona, maður fekk bara svolítið að valsa. Ég stundum svona undanfarið verið alltaf fyrir mér með að því að hljómar svolítið svona eins og ungt fólk í dag sé mjög upptekið að því að sko verða einhvern veginn, klára eitthvað nám, gera eitthvað og þú veist, svolítið svona eins og framtíðin sé svona að maður verður að verja sig fyrir framtíðinni. Ég var að hugsa, þú veist, þegar ég var barn og svona, þá minni mig einhvern veginn að maður átti bara að gera það sem maður vildi og það sem ef maður gera það sem maður vildi, þá myndi maður farnast vel og það verður líka bara best fyrir samfélagið, allir bara að gera það sem maður vildu. Já, er þetta alveg gjörbreytt? Ég upplifi bara algjört frelsi, sko. Já, algjört. En ég upplifi það svona að sé minna hjá yngra fólki í dag, sko. Það sé svona... Ég finnst það nú kannski ekki. Mér finnst þau valsa, en það er kannski öðruvísi. Ég bý í bænu, sko. Já, það er kannski öðruvísi fyrir austan. Mín barnabörn eru bara á þessu róli að finna sér einhvern leiði þráð. En þeim svo sannlega líka bara treyst og það er sér ekkert verið í þeim. Ég ætlaði fyrst að verða hjúkrunarkona, var alveg ákveðin í því. Svo kemur þessi arkitektahugmynd upp og svo af því að ég hafði svo mikið áhuga á húsum. Það var svona moment ég talaði að maður að fjármagna skólagöngu sína. Ég var 17 ára að kenna á Ólafsvík. Og krökkun sem voru 2-3 árum yngri en ég, jável, og ég að labba upp götuna í Túnsljós og horfa upp þetta fagra fjall og sé bara, afsækja Ólafsvíkingar, bara ljót hús og ég sagði, af hverju er ekki byggð falleg hús á Íslandi? Þannig að þetta var, þá ákveði ég hætti við þetta að vera hjúkrunarkona og fór að læra arkitektúr. Þú hefur ekki byggt hús, þú hefur bara gert upp. Ég hef aðalega verið, sko, það hafa bara sára fá hús verið byggð á Seyðisfirði í seinni tíð og það sem er verið að byggja í dag, nú erum við ekki lengur Seyðisfjarðarkaupstaður, nú erum við Múlaþing og það er nú bara önnur saga og frekar svona óhamingju sömu eða sérst ekki alveg hnökralaus. En þeir eru Múlaþing, eða sérst verktakar, eru að byggja hús á Seyðisfirði sem er út úr öllu korti og bara hundljót og bara... Það svipað að vera að byggja hérna í bænum. Þau eru lágreist en þau eru svört og þau eru bara í ekki neinu takti við umhverfið, skipulagið gjörsamlega vonlaust og það er ekki, og við vitum þetta á Seyðfirðingar en það er bara ekki á okkur hlustað og þetta er svona. Sem synd vegna þess að það er sterkur svona bæjarsvipur á Seyðisfirði. Já, það er svo auðvelt að fylgja þeim leiðið þræði sem komin er, sko. Og bara fylla upp í göttinst að vera, við erum núna í það sem ég er að tala að var lagður undir nýtt hverfi íþróttavöllurinn okkar, fótboltavöllurinn og það er bara að vera að byggja ykkur á hörmung afsakið og gengur seint og illa. Og svipað að vera að byggja hér eða eitthvað? Já, það er þetta sama tendens, svartar, álklæningar, bara svipleysi eða dökkt yfirbragð. Eða við búum í bæ sem er litríkur, timburhúsabæ, sko. Það er þessi koksgráir litur, þegar maður veltist þetta fyrir. Það lítur að vera í tísku, það getur bara ekki annað verið. Ég nefnir þetta sé bara svona eitthvað dauðakúltúr sem við erum hjá. Við lifum bara svona sorgarkúltúr. Já, og þetta er ekki til að laga það er bætir í. Þetta er rosalegt. Maður skilur þetta ekki. Ég betur vonið við að nú eru svo margir komin svona hugvíkandi efni að það komi aftur svona hippastemmingin, komi meiri litir og sagadelir. Eða mér láta sér það bara næja vera bara hressir í vímunni. Það veggur hérna í Hörpunni sem held ég sé svona 15 eða 17 metra hár, svona koksgrár. Ég horfi stundum á hana og ég hlakkar svo til þegar það verður svona líf í menningunni og við bara veggfóðrum þetta helviti. Eða bara fá graffara bæjarins í að laga þetta. Búa til eitthvað litið þarna. Já. Herðu, en segðu mig frá fólkinuðinu, segðu mig frá mömmuðinni. Mamma mín, Steinvör, er sko ein skemmtilegasta kona sem ég hitt og hún var óskaplega vinsæl meðal vina minna sem voru ekki fyrirkomin til mín út í bragga en hún segi ef ekki að líti inn á Byggðarhól og hitta Steinvör. Skemmtilega og pabbi, hún var húsmóðir þegar ég alast upp og svo fer hún að skúra skólan og við vorum að hjálpa henni við það og hún var þar að skúra skólan með Sollu á Brimnesi og þær voru svona 2 fyndna kettlingar voru alltaf að yrkjast á, kveðast á, búti vísur, gera grín svolítið að skólastjóranum og kennarunum og svona og svolítið hressar og skemmtilegar og pabbi var svo barnakennari, hann er
úr lóninu, austan úr Skaftafellssýslu og kemur ungur maður í bæinn og hitti mömmu, hún var svona töffari, þau var bæði einleip, hún var svona stelpan á mótuhjólinu og hann er ungur og afskaplega lagar. Þetta er 52. Ég 51, ég er fædd 53. Það er ótrúlega töff að vera stelpa á mótuhjóli. Já, ég hugsa hún kannski ekki, hún var, ég á myndir af henni á mótuhjóli, helviti stóru miklu. Og bjó heima hjá af og ömmu, Jóni og Kristbjörgu á Álfól sem voru bara með hænsni, fé og kýr. Þetta var bara svolítið fyrir utan bæinn og svolítið í sveit, þetta er allt orðið þéttbyggt í dag. En þau fella semst hugi saman, pappa og mamma, og byggja sér hús í túnfætinum á Álfól og kalla Byggðarhól og það er ég sérst alin upp. Í húsi sem þau byggðu bara megin höndum og sjálf og mamma var hannyrða kona eða það var bara þannig að maður fór ekkert og keypti neitt, maður bara bjó til. Hún óf öll gluggatjöldin, teppin á stigana og meiri sér sko viskustíkin og handklæðin, það var allt ofið heima og amma mín var líka, amma var vefari og kendi vefnað. Ég er ekki handverksmanneskja. Ég fekk það ekki, en ég á systkini sem er Kristbjörg systir mín er keramikar og býr til bara fallegasta keramik í heimi og Hugi bróður minn er í sjálfsög miklu meira arkitekt en ég þó hann sé ekki lærður. Ég er meira svona hugmyndasmiðurinn í familjíunni. Lýsir mömmuðinni sem svona, hvað segir maður, félagslega hæf? Já, en vel í kringum hana? Öllum. En hún var aldrei í kvenfélaginu eða þannig. Hún var heima við kona. En það held ég að það tengist ekkert endilega að vera félagslega hæfur eða að vera góður í því að vera í einhverju svo strúktúr. Nei. Ég er ekki viss um það sko. Nei, greinilega ekki. Og hvoruð þeirra amma eða mamma sem voru báðar miklar eðalkonur voru í neinum félögum. Og ég er þannig líka, ég hef aldrei gengið inn eitt svona félag. Þú hefur fengið svona félagslega hæfni í móðurarf? Já, kannski takk. Já, ég á mjög gott með fólk. Hvað heldur það sé? Ég veit ekki, kannski. Talar á öryggi? Já, ég held kannski þetta traust. Að treysta fólki, og þykja náttúrulega gaman að fólki, að þykja vænt fólk og líka að vera gjöfull á bæði sjálfa sig og umhverfið sitt. Það þarf aldrei nóga fólki? Jú, en þá bara dregum að sé hlé. Og það er bara fínt. Ég er aldrei einmanna, ég veit ekki hvað það er sko. Þú þolir vel einsemd? Ég kalla það ekki einsemd, ég kalla það frið. Og ég dreif mig í hlé, ég á lítinn kofi upp á Héraði og fara þangað og vera það bara ein og engin í skóginum með drestirnar og músarillarnir og borða þegar maður er svangur og sofa þegar maður er þreyttur og taka sér svona bara andrými. Það er öllum hollt og nauðsynlegt. Maður getur ekki alltaf verið í sollinum, þú veist. Og nú segi ég sollinum bara svona í gæsalöppum, sko. Ég er með ungt fólk í vinnu, elska að elda fyrir þau og þau hafa matarást á mér. Þannig að þessar stundir þegar búið er að skipta á öllum rúmunum og hittast í bláustofu og borða saman góðan mat og ég svona veðrast öllu upp yfir því að sósan mín sé svo góð eða fiskur er svo vel soðinn og eitthvað svona. Þetta er gaman. Þetta er svona gjafir fram og tilbaka. Hér er málið að vera umgangast ungt fólk? Það er rosalega gefandi. Og bara umgangast fólk og það er líka gaman að sitast með gömlu fólki og haldi í hendina á því og Þóra mín og hvað það segir og eitthvað þetta. En unga fólki sprúðlanda lífi og bætir og er alltaf með eitthvað fyrir stafnu og er að fara að gera eitthvað. Það er náttúrulega bara dásamlegt. En þú lýstir svolítið karakter mömmuðinnar en kannski síður pappaðins? Við vorum svona aðeins, við vorum ekki eins tengt. Hann var, og ekki eins líka, samt held ég sé að líkjast honum kannski meira og meira. Alveg ótrúlega vandaður og góður maður, frábær kennari, dálítið strangur, ekki slétt yfir honum, hláturmildur samt og alltaf til staðar. Ég var alltaf að flytja inn eitthvað nýtt húsnæði, alltaf að pabbi kominn, smíða handa með borðstofuborð, laga þetta, gera hitt, skiptum glugga, þú veist, alltaf traustur bakhjall í öllu sem ég var að
brasa og bara takk, elsku pabbi. Systkini? Kristbjörg systir mín sem býr hér í bænum 1,5 ári yngri en ég og er sem sagt fór að læra stærðfræði, hún hrikalega gáfuð en er handverkskona og það tók yfir og hún bara býr til ósala fallega hluti og keramikki og dótið hún að selja heima hjá sér núna, hún fullorðin en hún var bara í kraum eða hvað það heitir epal og allt þetta með dótið sitt og svo eignuðust við yndislegan bróður þegar ég 13 ára og mér fannst ég bara eignast barn þá og hann heitir Hugi og býr hér í bænum, Hugi Guðmundsson og verið mikið hampað við elskuðum hann alltaf út af lífinu þú getur ímyndað þér að fá svona barn inn í þessa fjölskyldu örverpin eru oft svona að fá mikla ást og ég elska hann náttúrulega ekkert síður í dag sko. það er bara góð tengsl á milli okkar allra það hefur aldrei verið erjur í þessari fjölskyldu það er bara dásamlegt Akkur heldur það sé? Kannski út af þessu upplægi sem við fengum þessu umhverfi sem við fengum það verður ekki það er aldrei verið neitt ég vil þetta þegar pappa og mamma dói það var ekki til sko Þegar þú varst yngri eins og lýsir sko æskuheimiliðinu það verið svona friðselt og traust og ekki fannstu fyrir því þú fórst inn á önnur heimili að það var svona einhver spenna og erfiðleikar eða? Nei Ég held ég hafi verið alltaf voðalega heimakær og verið meira inn á mínu heimili en annara. Þú lýst þér þannig að mamma lýst þér þannig að þú verður að kalla fólk til þín? Já, en ég hef alltaf kallað það heim til mín. Já, ég sé það. Það er sagan hennar mömmunar. Það er svona á garðinum að kalla á leikfélag. En ég fer að heiman mjög snemma. Ég fer í landspróf til Reykjavíkur og býð þá hjá afasystur minni sem bjó hérna inn í Miðtúni. Þá er 40 kona og þá kem ég inn í allt öðru þessi heimili. Það var svo snirtilegt að maður þurfti sko að taka skóna sína og vaska fatt fram í gangi og þrífa þá og þeir fóru inn í fattaskáp og svona. Og hún bjó með annari fullorðinni konu, yndisleg kona og hún Bogga. Og ég bý þarna hjá henni og kynnist fullt af fólki í landsprófi. Bara fólki sem ég þekki en þá er ég ágættu sambandi við. En ég kem þá heim á Seyðisfjörð vorið og þá segir mamma og pappa, þá kemur maður fer sérst að hausti og kemur vorið, það er ekkert verið að fljúga neitt fram og tilbaka, maður er bara í útvist. Og þá man ég alveg, þú veist, ég staðráðin í því, ég held bara fund með foreldrum mínu segir, nú er ég flutti að heiman og nú fæ ég að ráða mér sjálf. Og mamma kýminu segir, já, þá ferðu náttúrulega væntanlega að borga heim. Þá var ég kannski ekki alveg ánum með það, sko. En það var þessi tilfinning að svo fór ég á Laugavatn og ég var trúlofuð strax vorið og kom mér hringa 17 ára og ég byrjaði þetta fullorðinslíf eiginlega kannski fullsnemma, sko. Farin að búa vestur í bæ í þú varst kannski ekki einu það því að það var svona fullorðinsárin komið fyrr hérna. Miklu fyrr. Svo að því að vitna í ungt fólk í dag að stundum finnst manni kannski frekar meðal drengja að þeir geta verið bara í æskunni fram á fertugsaldur. Já, er það ekki tilfellið það að vera að reyna að moka þeim út fyrir fertugt? Þannig að það er þótt að þetta einhverju þetta tekið þetta líka hljóðum þroska og svona en einhverju þetta er þetta líka bara félagslegt hvenar. Já, þetta er bara þjóðfélagið ég fór að heima 15 ára og kom aldrei aftur sko. Nei, það kemur, við getum ekki breytt þessum gangi sögunar væntanlega. En svo er náttúrulega bara stór munur á því að búa í litlu plássi út á landi og búa í Reykjavík. Ég held að krakkar utan á landið fara miklu fyrr að heima. Þau þurfa að fara burt í skóla, þau þurfa að fara að standa á eigin fótum. Hérna getur við verið alveg bara í guðfræðideildinni í háskólanum á 8. ári og búið ennþá heima hjá þeir. Það er ekki náttúrulega hægt ef þú ert landsbyggðarmanneskja. En er þó auðveldara núna heldur en áður var? Já, þessi fjarnámöllu. Já, og það eru komnir sko menntaskólar. Já, það er menntaskóla á Egilsstöðum, en fólk það samt að fara að þanga. Minni kynslóð hérna strákar á austan sem byggu 3 saman svona og það var ekki, þetta var ekki gott sko. Þau voru eiginlega, þetta var ekki gott. Nei, þetta getur alveg farið á sukliðina. Já.
En ég veit ekki, ég þurfti alltaf bara að vinna fyrir mér og þetta en auðvitað var mikil gleðskapur. Þegar ég var að reka farfuglaheimili upp á Laufásvegi, yndislega hús, þá byggum við þar saman, ég og Helga Jónsdóttir, vinkona mín, reykjum í Mosfellsveit, í litlu húsi við hliðina á farfuglaheimilinu og það var bara félagsmiðstöð fyrir allan skólan og það var bæði nemendur og kennarar, við sátum þar bara. Og það var ekkert alltaf verið að drekka kaffi, það var alls konar. Og ekki alltaf bara verið að reykja sígarettur? Jú, þetta með, ég var einhvern veginn, þannig, menn ef þú vilt reykja hass þá ég elsku gera það en bara ekki, ég vil geta sagt, hér er ekki reykt. Þetta var flokkast undir dauða syndi sem er náttúrulega þvæla. Þannig að menn bara virtu það. Mér finnst það, já. Herðu, en hérna, það talaði um Seyðisfjörð og húsin og þú gerðir þessa 30 kílóa bók, Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, sem er náttúrulega eitthvað af þessu hefur bara verið farið þegar þú manst eftir þér. Það var það sem var að gerast. Þetta var bara að lenda allt í gladkistunni og hugarfari var það, þó að þetta er bara svo dýrt. Og við erum bara að rýma fyrir framtíðinni, þetta er bara, og bærin, bara í minni tíð, það bæði kveikti í og ruddum koll, húsin svo voru byggð fyrir aldamóti 1900, fínustu hús, þeir voru bara léleg og nú kemur bara nútíminn og nú bara mætum við honum með reisn og losum okkur við þetta gamla dót. Og á 100 ára afmælinu eða fyrir 100 ára afmæli þá er ég beðin að búa til þess eitthvað bækling fyrir tillit afmælisins og ég fer þá að grúska í þessari sögu og hef náttúrulega alltaf haft áhuga á húsum með svona ákveðna húsasótt. Og er þetta bæklingurinn? Já, þetta endaði í þessu og uppskriftin var, ég gerði mér þann ramma, ég skrifaði öll hús, bæði lífs og liðin sem voru byggð fyrir 1940. Og þetta var bara rosalega, ég finn það í dag hvað þetta skipti miklu máli að ég dreif mig í þetta var rosalega gaman og þarna var ég í talsambandi við fólk sem hafði búið í þessum húsum, þekktu þau meðan þau voru ung og frísk og gátu sagt mér sögur, þannig ég byrjaði alla mótna á því að hringja í fólk og fá sögur. Þetta er náttúrulega bara svona persónusaga húsana. En svo er þetta náttúrulega allur bærin er þarna sem er líklega, myndum að segja þorpið sem þú varst upp í? Við köllum okkur Kaupstað, en hérna, við erum það ekki lengur, við erum eitthvað Múlaþing, en við köllum okkur aldrei þorp. Það var þorp á Egilsstöðum og það var bæir á Seyðisfjörður, Kaupstaður og bær. Þorp er svona hugtak sem að elur mann upp, eða ekki? Já, það er svona, það er hugtak, en við notum það ekki. Nei, það er ekki notað. En þessi bók, hún er ekki bara að segja sögu húsan, hún líka svolítið mikið að kjaftasögum af því ég fekk þær með þannig að hún er líka svolítið byggðasaga. En ef ég myndi byggða að lýsa hérna þorpinu eða Kaupstaðnum sem að þú volst upp í Ertu að tala fysiskt, landfræðilega? Nei, bara hérna hvers konar samfélag þetta var. Af því að Seyðisfjörður er einn af þessum stöðum sem að eiga svona kannski svona glæstari fortíð. Seyðisfjörður er búin að gangi í gegnum alveg rosalega öldudali. Það er mikil, og hæðir. Hæðir og lægðir, hæðir og lægðir og mikil hefur þroskað með Kaupstaðnum, bænum, mikla seiglu. Við bara byrjum hvernig hann var til á örskömmum tíma. Bara þegar það er eitthvað hvalveiðar og eitthvað fiskir og eitthvað svona. Þegar síldin kemur, Otto Vatni kemur, faðir Kaupstaðarins, kemur þarna 1874 eitthvað slíkt og kraumar allt í síld og menn eru, þá er ársframleiðslan í fyrir 1 milljón og þá kostaði allt veldi Otto Vatni all húsin hans 18.000. Þetta er bara rosalega peningar. Svo bara hverfur síldin og þá er farið að reyna að veiða þorsk og kaupa fisk af erlendum sjómönnum, frönskum, breskum og allra þjóðakvikindum sem voru að fiska á sem okkar gjöfulum miðum. Og þá er þessi fiskur verkaður, nú er ég að tala milli 1900 og 1920, eitthvað slíkt. Og þá er bara mikil verslun við þessa erlendu sjómenn og það verður til kaupmannastétt og það er mikið byggt
það mjög mikið byggt af fallegum húsum frá svona 1900 til 1920 og svo verður bara til einhvers konar einhverja krytur auðvaldið hér í Reykjavíkur auðvaldið, nú ég bara vitni í söguna. Það mátt alveg segja auðvald hérna á þess að... Já, þess að fróðna, að það verður til einhver afbrigði sem eitthvað slíkt og það er hérna mikill stórgrósi Stefán T.H. sem byggði upp dásamlega falleg hús og var mjög velvirtur maður í hérna samfélaginu. Bróðir hans Eyjólfur ljósmyndari, Stefán T.H. og Eyjólfur bræður og þeir eru að byggja upp bara alveg ótrúlega mikil hús og virðist vera bara að byggja handa vinum sínum, það var mikið fé í gangi. Að þá er sett á lög í Reykjavík 1922 þar sem er öll verslun við erlenda sjómenn er bönnuð. Þetta setti Stefán T.H. á hausinn. Þú veist að allt í einu það sem að bærin lifið á var bara að sunnan bannað. Stefán T.H. fer á hausinn og allt hans veldi og tekur bara Íslandsbanka með sér í fallinu. Þannig að þetta ofan í heimskreppuna 1930 fór rosalega illa með bæinn. Og bara það var allt dautt og í auðn. Áföll fyrir aldamóti 1900 með snjóflóð 85 sem tók bara stóran hluta úr bænum. Þannig að þetta eru áföll. Svo reyna menn að rífa sig upp úr þessum einhvers konar bæjarútgerð og einhverju slíku og koma svolítið á hérna skrið með það. Það kemur stríðið. Bara með kafbátagirðingar og það er ekki hægt að fiska lengur og þá þessi veikburða útgerð sem að kemur eftir þetta kreppu, 30 kreppu og hún drepin bara skömmu síðar í stríðinu og þá bara riðst inn á sviðið 4500 erlendir hermenn, það eru byggðir 260 brakkar allan bæ og skólinn tekin undir þetta og þetta og fiskir í hættu og allir fengu vinnu hjá hernum sko. Þannig að svo fer náttúrulega herinn og þá aftur. Og þú ert varla búið með mannsaldur í þessari sögu. Já, þetta er svo ótrúlega sveifla, upp og niður sveifla. Og já, svo fer að menn aftur að reyna réttu kútnum og það og samfélagið grípur alltaf inn í, það bæjarútgerð, það byggt frystihús, þú veist, og við höfum gert ofsalega mikið á eigin spýtur og viljum hafa það þannig ennþá og hvað gerist þá? Þá kemur síldin og það verður bara allt brjála, það er mjög stutt tímabil en það fer allt í þann farveg 62-68, þetta er ekki lengra að þá fara bara allir að salta síld og svo hverfur hún og hvað er þá? Þá bara það er bara ekkert að gera og all húsin okkar niður nýtt og það er bara allir svo mikið að gera í síldinni að það er ekki mátt að mála eins og heimi á okkur hvað þá að halda einhverjum húsum í gangi og það er fullt af peningum og fólk verður að byggja ný hús upp allar hlíðar og gamli bærin bara gleymist og þetta er 68 síldin fer 75 byrjar ferðina að ganga sem er upphafið að ferðamennskunni og þá byrjar næsti kapli og inn í þessa kapla blandast svo bæði snjóflóð og aurflóð og allt þetta litla samfélag, við erum 650-700 manneskjur. Voru fleiri ekki? Við vorum þeirra best lét og það er bara þarna 75, þá erum við 1000, þá erum við reyndar, eða 95 þegar við höldum upp á 100 ára afmæli kaupstaðarins, þá erum við 1000 manneskjur en þá erum við búin að innlima eins og við kallum byggðinæst, hreppin sem er sem sagt, 3 sveitabíli 4 en þá erum við 1000, nú erum við eitthvað að sleikja 700 eitthvað þannig sko. Og allt annað samfélag núna er mjög mikið af ungu fólki allstaðar að úr heiminum bara á hótelinu hjá dýra syni mínum er að vinna hátt í 50 manns og þau koma allstaðar frá ég er ekki með veitingarestur en búa þau þar eða koma þau í svona verkið bæði og það er náttúrulega ekki endalegis markaður þú veist það er ekki endalegis framboð á húsum en mörg þessara krakka hafa valið að kaupa sér hús og sitja stað og vilja bara vera þarna fara kannski eitthvað á veturna bara eins og ég geri en mörg koma og þau koma aftur og aftur og sama fólkið og ég er orðin svolítið þreytt sem ferðaþjónustu bóndi allt þetta umtala við sér svo vond við starfsfólkið allavega er það heima á Seyðisfirði eins og hvert annað kjaftaði sko. Þetta er meira bara eins og fjölskylda
En það eru dæmi að það hefur verið farið illa með starfsfólk? Það er dæmi að það sé farið illa með fólk allstaðar, en ég held að það sé ekkit einkennandi fyrir ferðaþjónustu. Ég þekki það ekki nema þarna. En það fólk kæmi allavega ekki aftur og aftur ef það verið farið illa með það. Kvótinn er farinn? Já, svo það nú eitt. Það bara, og það held ég sé bara, ég er ekki stjórnmálafræðingur, en ég verð svona múf á skákborðinu. Það var loka frystihúsinu og hvað býður okkar? Fiskeldi. Og þeir þurfa náttúrulega aðstöðu og ég held allt þetta, þessi sameining, þessi mikla áhersla á sameiningu sveitarfélagana Djúpa og Seyðisfjarðar og Borgarfjarðar sem eiga nú ekki mikið sameiginlegt, hafi verið laxasláturhúsið á Djúpavogi. Það þurfti lax í sláturhúsið. Þannig að þeir bara taka sig til og þú veist, þetta er bara eins og einhver kæmi og bara færa að sitja niður kartöflur í garðinu þínum og við erum bara ekki spurð, sko. Varst þú ekki hlynnt sameiningu sveitarfélagana? Ég var það nefnilega. Af því ég held að þá sjá strákarnir í efraðum býrókrasíun og svo fáum við bara að halda áfram að dansa. Fáum ykkar heimastjórn? Það er ekki heimastjórn? Já, svo er þessi heimastjórn, svo er hún allavega samansett. Í henni situr forseti bæjarstjórnar á Egilsstöðum, Framsóknar kona og svo 2 Seyðfirðingar. En ég er kannski bara ekki sammála heimastjórn í því sem hún er að gera, en auðvitað var það sannlega skrefi rétt átt að hafa hana. Og hún er óhlutbundin kosning, við kjósum bara þess að 2 einstaklinga óháð flokkun. En já. En þú ert að lýsa eins og Seyðfirðingar hefðu mætt alls konar áföllum og reynt að hafa tök á því hvernig byggðin þróaðist og atvinnulífið. En núna er þetta komið fjarr ykkur. Þannig að valdið það hvernig bærinn þróast er komin í hendurnar á allt einhverjum öðrum og mér finnst stundum bara við vera dálítið raddlaus, bara hreinlega. Þetta er ekki bara Múlaþingið, við seljum frystihúsið og togarann, Síldarvinnsluna á Neskaupstað, sem er náttúrulega bara eiginlega samherji og þeir eru með sitt eigið agenda, þannig að það er bara, frystihúsin er lokað og... Hver selur þeim það? Bæjarstjórnin. Nei, fyrirgefðu útgerðin. Hver átt útgerðina? Útgerðin... Var ekkert eftir að bæjarútgerðin þarna? Nei, útgerðin heima þarna í Síldinni, þá koma mjög fínir menn, Óli Óla og Jón Pálsson og þeir byggja upp bara öfluga togara útgerð og frystihús og þeir byrjuðu í Síldinni, sko. Svo er það bara erfingja þeirra og svo kemur kvótinn og framsalið og þá er þetta allt selt og þessir krakkar sem erðu þessa útgerð, ég er ekkert að álasa þeim, þetta er ídalis fólk, þú veist, þetta er allt bara félaga mínir. Þeir tengjast ekki byggðinni á sama hátt og kannski... Þau bara, þetta er bara, hugsaði bara, eitthvað kæmið þín og segi, ég skal kaupa samstöðuna að þeirra 50 milljónir. Já, hann er ekki. Milljarðar, ég skal bara kaupa að þeirra 50 milljarðar. Menn hugsa svo og þetta er basl og þetta hefur allt, þú veist, útgerð hefur verið basl líka, en kvótinn og framsæli og allt þetta, allavegana, sagan er svo að Síldarvinnsluna Neskaupstað kaupir þetta, bæði brennsluna. Með svona einhverju loforðum að halda áfram. Já, mikil ósköp. Svo það svikið bara kortur í setna. Ég svo bara, dettur Gunnþóri frænda mínum það í hug, að samherja, eða Síldarvinnsluna Neskaupstað, dettur ekki í hug, bara draga það ályktun, þetta er alveg gamalt frystihús, það borgar sér nú ekki að vera púkk upp á það og það er á óöruggum stað, það er hérna undir þessari fjallslíð og það er sífreri og það er bara margar ástæði fyrir því að bara loka búðinni og fara, og hvert fara þetta er Grindavíkur í öryggi þar og frystihúsi stendur eitt og tómt. Samherji eða nei, Síldarvinnslan og Gunnþór frændi minn, hann segir enda við okkur Seyðfirðinga núna, nú er þetta hús hérna, nú megi gera við það hvað sem er, en við erum kannski skilja eftir smá bil hérna fyrir hérna sjóeldið. En ok, þetta er alveg flott og við erum sannlega að hugsa og hérna gætum við til dæmis sett upp þvottahús fyrir öll þessi 300 rúm í staðin fyrir að keyra þvottin sem er galið á Eskifjörð. Eskifjörð? Við gerum það. Hvað er það langt?
Þið þurfum að fara upp á Egilsstaði og svo já, og svo Fagradalinn og Reyðarfjörðin og Eskifjörð. Við vorum með sko ægilega fína þjónustu á Egilsstöðum. Þvottahúsin þvoði fyrir allt Austurland og alveg norður í Mývatn. Það brann og það fólk hefur ekki. Þannig við þurfum að gera eitthvað í þessu og þá erum við bara já, þá ætlum við að gera eitthvað í þessu. Það er engin fiskur á Seyðisfirði? Engin bátur? Togarinn kemur endrum og sinnum, leggst að kaja, allt sett í gáma og beint úr landi og ég held að það sé ekki bara á Seyðisfirði, fiskvinnsla virðist bara vera að leggjast af. En svona smábátaútgerð eða? Ekki einn koppur. Það var þannig áður? Fullt, já. En þeir eru ekki frystús, hvað áttu þá að gera fiski? Einhver kall sem átti bát og bróður hans stýrimaður og... Já, og það var meiri sér netagerð og smiðja. Allt saman. Það er allt saman farið. Þannig að það er lengar leifar af sjávarútvegi á Seyðisfirði? Nei, ekki nema þetta maður sér togarann, síldarvinnslu togarann. Strandveiði? Engin, það er bara ekkert. Þú getur ekkert, ef ég kemi hann inn og landaði þá er enginn sem tekur við þessu. Nei, og þetta er svo komið fyrir sjávarútvegsbænum Seyðisfirði að þú fyrir bara hér til að kaupa þér í soðið. Reyndar á ég góðan vin sem er að gera út á ferðamenn og sjóstangaveiði og ég fæ alltaf eitthvað fisk þar sko. Og það er fullt af fisk í firðinum. Þið með ekki sækjan, af því að samir í á hann? Ég mætti það, ef ég ætti kænu þá geti ég auðvitað farið og ég myndi ekki spyrja neitt sko. En þetta þú mátt líklega veiða... Ég má veiðisóðið held ég. Og ég get líka veitt á bryggjunni. En svo er gert svo sem hérna, maður sér fólk vera að veiða bara af ströndinni, kasta út í eitthvað straum hérna, út í Laugarnesi og mér sé það sé mjög fengsælt straumur, einhvers staðar nálægt álverinn í Straumsvík. Við höfum bara að gera þetta meira. Að sækja fisk. Já, ná okkur í fiskisóðið. Það er eiginlega stór undarlegt að sé engin sjávarútvegur á Seyðisfirði. Það er bara eiginlega broslegt sko. Og þessi bræðsla er svakalegt monster. Ég sé það fyrir mig að þetta geti bara verið kvikmyndaver sko. Þetta er miklu meira en það sem er að gerast hérna upp í Gufunesi. Það eru tankar og skemmur, mjölskemmur og allt þetta. Þannig var ég að vinna í gamla daga sko, vöktum í bræðslunni. En nú er hérna bræddur kolmunni eitthvað og kannski eitthvað margrill, einhverja örfáa dag eða vikur á ári sko. Hérna, stundum verður maður hissa þegar maður kannski Seyðisfjörð og Ísafjörð hvað var mikil menning svona fyrir 100 árum í þessum bæjum, mikil músík og ég verð ekki að Seyðisfjörði voru ekki 3 bókabúðir eða eitthvað. Hver er menningin á Seyðisfjörði? Hún er kringum ferðamennskuna hafa orðið til handverksmarkaðir, eldra fólkið á Seyðisfirði situr við... Ég er að spyrja með sko þorpið sem þú volst upp í, eða kaupstaðurinn. Já, ég er að... Var það menningarstaður? Var, já. Og bara í alla tíð, það voru 2-3 kórar aldamótin, nú er ég að fara svolítið aftur í tíma, það voru 2-3 dagblöð, leikfélag alla tíð og nú hef kosið að vera ekki hérna á veturna, en ég held að menningin, hún blómstrar, hún er vetrarblóm, þá fer leikfélagið í gang, kirkjukórin, rosalega mikið menningarstarfsemi við að setja upp þorrablót, því að það er bara stór mál. Og þorrablótsnefndin starfar alveg frá því í september, þangað þorrablótið er haldið í lok janúar. Ég hef verið formaður í svona nefnd og þetta er alveg geggjað gaman og það er svo gaman að sjá hvað er að talent í einu plássi. Og mann reyna að velja það sem það verður að hafa einn hagarring og það er einhver að kunna spila á gítar og það er svona eitthvað og þetta blómstrar alls saman og ég átti að hugsa, svo nætti maður að velja í bæjarstjórnina sko. Við erum að hafa eitt sem hefur vitað þessu og annar sem hefur vitað þessu, þú veist, í staðinn fyrir að vera með þessa flokkshesta. En allt það er menningin, já, en menningin í dag er unga fólkið, þú veist, við erum náttúrulega með hennar lungaskóla. Hann, ég held að hann hafi verið 20 daginn, hann býr í farfuglaheimilinu mínu, þessi gamla spítalanum á veturinn, það er heimavistinn þeirra. Og þar er sérst listabraut og svo er búið að búa til svona leiðsögumannabraut eða fjallamennskubraut þar inni. Þetta er náttúrulega bara menning. Hvað ég segja,
svo náttúrulega ákveðin menning að búið til baráttusamtök eins og við gerðum með Vá að berjast fyrir firðinum okkar, að hann verði ekki eyðilagður af einhverjum kapitalistum. Og svo eru mikil matamenning. Það eru sko Michelin staðir bara, það eru 4 góðir veitingastæðir og þeir eru allir frábærir. Og ég ætla að byrja að nefna Láruna, það eru svona bara svona fyrirmynda grillstæður, rif og hamborgarar og af betri sortinni. Og svo Aldan, það bara geggjað góðu matur, uppfinningasamir kokkar allstaðar úr heiminu og það bara búið til allt ógeðslega gott úr íslensku hráefni og besti súsistæður á Íslandi og svo Skaftfell, gamla bístróin okkar. Við eigum Skaftfell. Skaftfell samfélagslegt verkefni og við stofnum samtök og fengum gamalt hús. Það bístró neðst, veitingastæður, sýningasalur og residensi efst. Og þarna ofsalega fínn matur líka. Og ég gleymi einu og það búið að breyta bensínstöðin í Morgunverastað. Og það bara rosalega góður matur. Það bara opið frá 7 á mótan til 11 á daginn. Hvernig samfélagslegt verkefni það sem eru með Skaftfellið? Já. Hvernig haldið utan það? Það samvinnufélag? Það hvað heitir svona sjálfseignarstofnun? Já. En það verð þannig til að þegar við eigum þetta 100 ára afmæli, þegar ég bý til þessa bók, að þá hjá okkur í bænum kona, Inga Jónsdóttir, listakona, og við sama og með henni og hún frumkvöðullin, við setjum upp sýningar, myndlistasýningar allan bæ. Þá Skaftfell, gamalt hús, komið að fótum fram, var norsk fiskarheim, aðstæða fyrir alla norsku sjómennina sem voru á síldarárunum, en hafði verið trésmíðaverkstæði og Garðar Eymundsson átti þetta trésmíðaverkstæði og hann svona listræn típa, hann dáinn Garðar og hann gefur okkur húsið, hóp fólks og við situm og fundum og ákveðum og ákveðum svo að gera í stand og fengum einhverja styrki til þess og þá var þetta útkoman og þannig og þetta hvað heitir þetta sjálfseignarstofnun, við eigum þetta saman og svo hefum við alltaf leikt bara kjallarann út fyrir veitingastarf og svo bara æðislega sýningar í sölunum í salnum stóra uppi og alltaf einhverju listamenn sem búa í residensíunni. Þetta eitt samfélagslegt verkefni, annað samfélagslegt verkefni var Frú Lára. Það voru konur sem keyptu hús og opnuðu veitingastað og kaffihús og minjagripaverslun og við höfum þetta í bæjarsálinni að geta gert hluti saman. Já. Bara saman með bæjarútgerðin áður. Það leiðist út í það að segja mig frá svona bæjarmenningunni eða sem hefur þetta eðli. Þegar ég ætlaði bara að spyrja þig svona hvernig var menningarlífið þegar þú varst ung. Þú ert að lýsa sem að maður kemur á Seyðisfjörð þá upplifir maður að þessi svona bær hafi ákveðið að verða eitthvað annað heldur en margir aðri bæir. Það bara einhvern veginn annar blær í honum og ég held umhverfið duglega að grípa tækifæri líka sko. Þetta síbreytilegt umhverfi og síldarbæi, ferðamannabæi, þá bara bregðast við því. Og þú veist, ég held að það sé líka svolítið. Og svo kannski samtakamátturinn verður kannski til í einangrunni. Langt fram eftir öllum mínum aldri, alveg fram á þennan dag, hefur verið einangra samfélag veturna. Þegar ég alast upp, þá fór maður ekkert yfir heiðinum í snjóbíl. Heiðin var ekki fær fólksbílunum eitthvað 3 mánuði ári, þá urðum við náttúrulega búa að sínu og hinbógin var þetta svo hlið til útlanda, þetta hliðið til útlanda, þú veist. Eftir 75? Já, eftir 75, en líka bara líka í samskiptunum við erlenda sjómenn og Já, öll síldarárin þannig að eiginlega Evrópi nær okkur lengi vel en Reykjavík. Þið snúið út fjörðin svona. Já, við snúið svolítið út fjörðin. Bakinu í Reykjavík. Já, og Reykjavík hefur okkur fundist hafa snúið svo oft baki í okkur. Ekki fólk í fjandan sama, þú veist, fólk ekki mikið að pæla í landsbyggðinni í Reykjavík. Ég var að skrifa smá pistil á Facebook, mér ofbýði svo, það svo dýrt fyrir okkur að fara.
og dýrt fyrir ykkur líka, þessi brú á milli landshluta, Reykjavíkur og landsbyggðar, að fljúga. Það er óguðlega dýrt, sko. Það er óguðlega dýrt og þetta er náttúrulega, sko, fyrir mig að skreppa svona suður, ef ég búið með loftbrúna mína, bara gæta sanngirni, við fengum landsbyggðin fekk 40% afslátt á 3 ferðum, þið fáið það ekki, en það að fara fram og tilbaka frá Egilsstöðum getur hæglega kostað svona milli 50 og 70.000. Sama flugfélagi að auglýsa fram og tilbaka ferðir til Evrópu fyrir 20. Þetta er bara eitthvað, maður skilur ekki hvað fólk að hugsa. Og svo bætir Isavia gráan og svart með því að rukka okkur fyrir bílinn, af því við þurfum að keyra yfir Fjarðarheiði og leggja bílinnum og þá koma aftur og þá er það 750 á dag pluss sektir og borgar ekki strax. Þannig að það er einhvern veginn, það er eins og menn skilja ekki nauðsynna á því að við búum öll í einu landi. Við erum að líta þannig á. Það skiptir þig líka mála að geta skroppið. Nú er báð alveg ógeðslega góðu veður helgina, 20 stiga hita og hér á að vera eitthvað stormveður. Gaman fyrir því að skreppa í Berjamó, austur á landi, það er bara ekki tægt. Það verður dýr Berjamó. Úrhelli alla helgina hérna. Úrhelli og stormur. Ég er að fara heim í 20 stiga hita og ég er bara að fara að tína bláber og krækiber og sveppi og allt þetta er haustverkin. Þú fær það, þú þessi dýrt að fljúga, þá færðu betra veður og getur farið í Berjamó. Já, en ég á líka þessu höfuborg og ég vil hafa aðgang að henni. Ég þarf að skreppa fund að hitta þig. Svona er oft attitúti, sko. Þú kýst að búa þarna, segir svo. Þetta er eins og ég bý niður í bæ og maður kvartar eitthvað yfir, sko, ælunum og fyllirínu og túrismannum, sko, þá bara fluttu það bara. Farðu bara upp í Brjóð. Já. Þetta er svolítið sem að ég er ekki að kvart yfir því að búa á Seyðisfirði, ég er að kvart yfir því að það sé svo búið hnútan að þú getur ekki heimsótt mig eða vini mínir á þess að kostið að hvíta úr augunum. Ég var hérna daginn að var ég að tala í vor, var ég að tala við hann, hvað heitir ekki, Magnús sem er að berjast með ykkur í hérna, Magnús Guðmunds, Maggi Guðmunds. Og við vorum eitthvað að tala um Seyðisfjörð, hann hafði búið þarna, hann býr í bænum núna. Og ég var að svona spurja þetta svona bæjabræginn sem er þarna öðruvís heldur annar staðar. Og hann sagði, hérna, þú hefði búið þetta til. Þetta var alltaf því að þú komst þarna með farfuglaheimili. Hann heldur sagði það nú ekki. Jú, hann sagði það svo gott sem. Það væri bara lykilatriði og þetta var eiginlega dæmis um það að hvað ein manneski getur haft mikil áhrif í samfélaginu. Já. Og það er ekki endilega í þeirri merkingu að sko einhver ein yfirburðamanneski en bara það að hvað ein manneski getur haft mikil áhrif og ég meina þú Ég er ákveðin frumkvöðl síðan, hvað byrjuðu, 75? Ég er ákveðin frumkvöðl í ferðamennskunni og allt hafði hennan óbílandi áhuga að vernda húsin. Það var að vera 50 ár, sko, síðan það var 75. Sko, fyrirtæki mitt, elsta kennitalinn í bænum og elsta fyrirtækið, 50 ára, 25. En hérna, ég var ekkert ein, við vorum nokkur og við kölluðum okkur Fúaspýtufélagið. Þannig var Pétur Kristjánsson og Pétur Jónsson og við bara börðumst hatramlega gegn þessari eyðileggingu. Það var eitt flottasta húsið í bænum núna, gamla sýslumannshúsið. Það var búið að gefa slökkviliðinni það til brunaæfinga, bara kveikið í því og lofaði þeim svo að spreyta sig, strákunum með slöngurnar. Bjarki, þessi Þorsteinn Ellingsson var með sína útgáfu, merkarit Bjarka. Bærinn fór bara með gröfurnar á það var miðjum bænum og ýtti því niður. Og þetta var bara stemningin og við bara brugðumst við. Það átti að rífa ríkið og við stóðum vörðum það. Þannig að ég var sannlega ekki ein í því. Nei. En við vorum ekkert mörg. Stemningin var svona. En núna dettur engum í hug að rífa hús. Þú bara vera í þessi 50 ár. Já. Bara starfa þarna. Og vera og elska þennan bæ. Og smita út frá þér. Þannig upplýðaði Magnús þetta. Já, takk fyrir það, Maggi minn. Þannig er það og ég bara er að benda á þetta hvað það skiptir máli, bara hvað fólk gerir í samfélaginu. Já, auðvitað skiptir einstaklingur í máli. Ef hann vinnur inn í samfélagi. Já, það þýðir ekki að vera bæksla stein. Ef hann raskat á sjálfu sér þá náttúrulega hefur hann ekki neinn sérstaklega góð áhrif. Ef hann fer með kvótan þá hefur hann ekki sérstaklega góð áhrif. Nei, þetta er allt spurning um samfélag og ást. Elska sinn bæ. Já. Og þessi svona blær sem er þarna, það er svona smá hippakeimur
Smá reykelsislykt af Seyðisfirði. Já, það er ennþá og unga fólki sem er þarna núna, það er rosalegt leben, sko, og getur alveg farið út í soll. Það er álag að vinna í gistibransanum og í talningi og veitingahúsið og það er ekkert farið heima að lulla, sko. Það er stanslaust stuð á Seyðis og endalaust eitthvað í gangi. Og bara það eru barir og núna síðasti sprotin er stúlka listakona, ég man ekki alveg hvað hún Mónika að hún opnaði bar í gamlu stýrishúsi og það er eldar hún stanslaust súpu og það er endalaust fólk og það er endalaust tónlist og mjög sérstakt, sko, og gaman að því. Og það er en sumt er svona bara eins og annars staðar, svona útibú. Ég meina, það er ekki sjálfstæð búð þarna, það er bara eitthvað búð sem er hlutað eitthvað í keðju. Og sem er algjörlega líka nýr tími, því að það var þannig voru, það voru 3 matvöruverslanir, 4 matvöruverslanir, 3 alast upp. Og það var Pallavogi með öll efni sín og gömlu skóna og allt frá títuprjónu upp í gúmmístífvél. Og bókabúðir, þú veist, það var allt fullt af búðir. Nú er bara þetta eitt kaupfélag og reyndar handverksmarkaðir. Það sem er verið að selja mjög smekklegt dót, ekki ykkur lundakipur. Nei, ekki eitthvað sem er framleitt í Kína. Nei, það horfið stundum við á svo glugga í svo lundabúðum. Ja. Og ég meina, hvað all made in China. Já, líka þetta er orðið svo skrítið, eitthvað svona ég veit ekki hvað það lunda eitthvað svona langskip sem er ekkert líkt víkingaskipunum og það er svo fólk sem búið þetta til sem að veit ekki hvað Ísland er, sko. Nei, ég held að sé líka svolítið þannig. En þarna er sérst fólk að selja bara íslenskt gott handverk og það er, hvað ég ætla að telja, 1, 2 allavega 3 svona verslanum, bara mjög vandað og það er meðan þessir eldri borgar séu að segja frá sem er að búa til handverk allan veturinn og selja það svo á sumrin. Og það er bara kallar að prjóna vettlinga og konur að lópapeysur og alls konar fínt dót. Þannig að sú verslun en svo bara þetta mjög svo ömulega afsakið kaupfélag sem er ekki kaupfélag, heitir það Kjörbúðin. Og það eru ákvarðanir það eru teknað bara eitthvað stær í Keflavík Já, og þau krakkarnir sem eru að vinna þetta, yndislegt fólk, brjálað að gera, það hagnaður upp í 3 milljónir á dag en samt eru þau bara örugglega á lúsalaunum og vöruúrvalið daburt og bara grænmetið bara, ég var að bera það saman bara fór í Krónuna, það er eins og þess að setja einhver trataustur en alls ekki, það er stundum, ég fer út í búð og ég get grátið bara yfir, hvernig standi á því að fólk sem getur ekki selt heilan lauk. Akkur er það með Akkur er það í verslun? Já, akkur er það í verslun. Er það ekki að vera lágmarkið að geta selt lauk? En ég held þetta og ég segi stundum við krakkana, það er ekki verið til rúbrauð í marga daga, getið ekki pantað rúbrauð? Nei, við getum ekki pantað, þeim er skammtað. Og svo er þetta dýrasta verslun, þú veist, í þessari keðju sem er eitthvað samkaup, hvað heitir Króna, endar á Kjörbúð sem er dýrasta búlan. Er þetta ekki Netto? Já, Netto, jú, þetta er bara ruglið í þessu. En þetta er allt saman byggssið. Nei, það er bara sett versta og dýrasta í búðina út á landi, sko. Þetta er svona... En svo fer maður leggur það á sig að keyra yfir Fjarðarheiði til að bónus er skömminni skári, sko. Og svo Netto eistum líka. En það er samt þannig að þegar maður kemur til Seyðisfjarðar þá er meira sem að er svona Seyðisfjörður þar. Maður getur komið inn í næsta bæ og það er eiginlega allt eru bara útibú, einhver starf frá. Það er náttúrulega útibú frá ákvarðanir eins og þið lentuð í, ákvarðanir atvinnuuppbygginguna og sjávarútveginn er bara tekið annar staðar og það er ákveðið hvaða vörúrval á verið í búðin annar staðar og það er allt ákveðið annar staðar. Það er samt. Já, og svo er innri málefni samfélagsins er ákveðið upp á Egilsstöðum. Upp á Egilsstöðum og þannig að svona búið að taka út úr samfélaginu bara sjálfstæðið og frelsið. Og þá hvernig bregst maður við því? Það er einhvern veginn að bregðast við því. Það maður sér þessa breytingu líka því að Norðfjörður er þetta sem var líka svona einangraður og Neskustad og ég menna fyrst þegar maður kom þangað þá sá maður að það var eiginlega allt innanbæjar einhvern veginn. Það voru alla búðirnar og eitthvað síðast þegar ég kom þangað fannst mér þetta að vera búið að einhvern veginn að útibúa þetta allt saman. Ég þekki það ekki nógu vel
En svo spila náttúrulega samgöngur inn í þetta. Ef þú getur skotist á milli byggðarlaga á örskamum tíma, þá verður til einhvers konar sortering, eitthvað slíkt, sko. Ég er 25 mínútur að skutlast í Bónus og Egilsstöðum. Það er semst álíka lengi og þú ert bara að Hverfisgötunni og í Bónus út á Granda. Eða fært yfir heiðina. Já, eða fært. Ógeðslega góð vegur yfir heiðina og honum er haldið opnum, þannig að mér finnst það hefur ekki tafið mig Þú ert ekki að biðja göng? Nei, en ég get ekki haft hátt það því ég bý á Indlandi þegar fólk er að berjast heima, sko. Þannig að ég blanda mér ekki þá umræðu, en mér finnst þetta með þessi var þegar ég er að alast upp, þá búum við vel með veginni við Fjarðarheiði, en það er umræða sem ég blanda mér ekki í. En það veldur svona óöryggistilfinningu? Já, fólk... Ef það kemur eitthvað upp á? Já, ef það kemur eitthvað upp á, sko. Mér finnst náttúrulega við eigum að hafa þyrlu á Seyðisfirði, 1 eða 2, því að við erum líka svo nálægt miðunum, eða á Egilsstaðaflugvelli, bara ekki spurning, bara þyrlur á Egilsstaðaflugvelli, hversni í óskupunum ekki. Svo deilt það hvert á að bora, hvort þið að bora upp á Egilsstaði eða hvort þið að bora... Já, við erum svolítið egoistir af því. Ef við boruðum hina leiðina, þá varum við að búa til atvinnusvæði og við varum líka að tengja Mjóafjörð. Mjóafjörð er einangrar, búa reyndar örfáir, það er náttúrulega út af einangrunni. Ótrúlega fallegur í Mjóafjörður. Sko, framtíðarstaður, algjör framtíðarstaður og talandi náttúrufegurðina og framtíðina, þá er Fljótsdalshérað náttúrulega framtíðarlandið. Við tölum aldrei neitt annað en sko Reykjavík er allt þversprungið og von á gosum hingað og þangað. Á Fljótsdalshéraði er engin vá. Nema heima tilbúin þegar við eyðilögum Lagarfljótið fyrir grísir í. En það er Snæfelli er löngu útdauð eldstöð. Það er ekki ofanflóðahætta. Grösugt hérað, svo til óbyggt og stutt að fara í hafnir landsins, bestu hafnirnar á fjörðunum. Þannig að þetta er náttúrulega framtíðarlandið. Það fattar það einhver tíman einhver. Ja. Þannig að þetta er pláss fyrir eina borg. Já, eða dreifða byggð. Já. Er það einangrunin sem að getur útskýrt það fyrir mér? Hvað er að búa í svona lokuðum firði allan veturinn fyrir þá sem að ekki hafa að pröfa það? Sko, nú er ég... En var það ekki lokað? Það bara komið bátarinn og skip og... Ég er náttúrulega þannig sett að ég fer burtu í skóla. Þú veist, þannig ég er þarna, ég hef ekki verið mikið á veturna, en eitthvað verið þarna vetralangt. En þegar þú er í æsku, þá er þetta lokað yfir veturinn? Já, og maður fer í skóla og maður kom ekki heim fyrir bara, kannski kom maður heim jólin og þá er það bara með snjóbíl yfir heiðina. Ég man eftir því að þá er ég að kenna á Reykhólum, ákveða að fara heim jólin, ég er ólétt, ég kem austur á Hérað með flugvél og þá er ófært yfir heiðina. Þannig að við vorum í Valaskjálf yfir jólin. Svo eitthvað dúrar í þarna milli jól og nýjárs og þá förum við í snjóbíl upp á heiði en komumst ekki niður hinum megin, þá kemur snjóbíl á mót okkur þannig að við löbbum þennan spöl á milli snjóbíla og niður. Og svo er ég bara heima hjá pabba mömmu þessa daga en langar svo að hitta Jón Bassföður minn áramótin og þá er sama sagan sko, bara margir klukkutímar í snjóbíl upp á Hérað. Þetta var bara svona bras. Og ég er sannarlega ekki að sakna þessa tíma, þetta er náttúrulega alveg ómögulegt. Kannski ekki farið bara með Esjunni, var ekki strandsiglingar? Það er svolítið fyrir minn tíma, þá fór ég, þegar ég fór fyrst í sveit til af og ömmu í Lóninu, þá fór ég með herðubreið. Og gegnum ósinn og inn í, þetta var rosa ævintýri, sko, ég mannaði hann ekki alveg. En þú varst að tala fyrstu minningar, þær eru í rauninni, fyrstu minningar mínar eru í sveit hjá af og ömmu í Byggðarholti í Lóni. Og þá mann ég til dæmis eftir því að þá er ég komin í sundakjólinn, hvíta sokka og skó með loðkanti, alltaf verið dálítið pjöttuð og fekk að vera það. Og svo fer ég út í hænsnahús og ég stíg ofan í forina, það kallar forin, það er svona kringum rimlagólfið, fullt af hænsnaskitt í hvítu skónum. Þetta var rosalegt tráma. Það er margir lent í því að koma í svona fínum fötum í sveitina. Allt í vesen. Allt í afhjúpa svona tilgangsleysi þess að vera svona fín. Já.
Ég hef nú ekki látið af því. En hérna, mér langar kannski aðeins að tala Kotzin, hinn bæinn minn. Ég sest þarna að og ég og Farsæll þetta hótel upp, en bærinn, það er ekki af því það er bara af því að bærinn svo skemmtilegur og Seyðisfjörður og Kotzin eiga margt sameiginlegt og annars indverskur og hinn íslenskur. Þetta eru bæði svona menningabæir, listatengdir, ferðamannabæir, gömul hús, gömul menningaspor. Þetta var hliðin í Indland og kryddið og allt það og þarna voru Arabar, Kínverjar, Portúgalir, Hollendingar og síðast Bretar. Þannig að allir þessi spor í umhverfinu og það alveg, sko, Indland svo stórt og það allt annað fólk í Kerala heldur bara í næsta fylki Tamil Nadu, sko. Og þú sér bara leið og kemur yfir landamærin eða fylkismörkin inn í Kerala, þá bara sérðu allt annan arkitektur og allt annan menningu. Og Kotzin hreinlega kraumar af lífi. Það listasöfn og kaffihús og góðir matsölustæðir út allt. Það líka fleiri en 600 sem búa þar. Já, það fleiri 600. Þetta í miklu stærri skala, sko. Þarna búa í Kerala búa einhverja 30 milljónir. Við vitum ekki oft spurt hvað búa margir í Kotzin, það veit það enginn. En, já, og ég fæ mikið heimsóknum frá Íslandi þangað og fólk bara sogast inn í þetta samfélag. Og fólk afskaplega vingjarnlegt og allt annað, þetta mjúk lending, það allt annað fólk Suður-Indlandi heldur norður frá. Og þegar þú kemur allavega norður til Kasmír, þá ertu eiginlega komin það bara miklu líkari gyðing með miðjarðarspúum. Háir, myndalegir, allt svona. Svo komum þarna suður á bóginn og þá vinsanlegt, litríkt, dökkt á hörund fólk og allt öðruvísi stemninga. Og hvað hefur þú búið þarna lengi? Ég byrjaði að koma til Indlands ekkert fyrir aldamótin, ég held ég hef farið fyrst 87, þá held ég fór til Kasmír, en ég fer að vera þarna í Kotzin bara aldamótin, þannig að þetta hótel... Það fer að verða sko 24 ár sinni aldamóti voru, það 25 ár. Já, en hérna hótelið opnaði 2007, þetta litla 4 herbyggja hótel, þannig að Þarna á Seyðisfirði þú innfædd, en ekki þarna, þú útlendingur. En sko, í ofboðslega vinnveittu samfélagi. Sem opið fyrir útlendingur. Já, algjörlega, og bara það svo oft verið að tala En að skemma það með þessari þjóðernishyggju sinni? Hann ekki vinsæll þarna syðra. Nei. Í Kerala fyrsta sósíalistiska stjórn á byggðu Bólik, kjörin bara 44 og það hafa sósíalista verið það við völd og þetta svona best á sig komna fylki landsins, bæði hvað var það menntun og heilbrigðiskerfi og slíkt. Það miklu auðveldara að nálgast læknisþjónustu í Kerala heldur en á Íslandi. Menntakerfið gott, ég hef náttúrulega ekki gengið þar í skóla sjálf, en það ganga allir í skóla og fólki svona víðmenntað. Það ánægilegt að Íslendingar myndu pröfa svolítið sósíalisma. Já. Þetta gott ekki fallegra samfélag hér? Jú, ef við kunnum með það að fara í öllum okkar vandræðagangi. En ég spurði hvort þú sett útlendingur þar, eða það svolítið annað að þú náttúrulega býrð eiginlega á sumrin býrðu bara eiginlega það sem hefur verið eiginlega alltaf tíð. Mér farið að líða eins og ég búi líka þar með mínu fólki og fólk segir, nei, ertu komin Þóra, en gaman, því að það þýðir líka, þá líka að fara í gang eitthvað svona turistasíson og eitthvað að vera, monsúnið búið og þannig mér óskaplega vel tekið þar og það þekkja mig allir, sko. Þetta líka, við erum svolítið sérstakt par, riksjódræverinn og bakpókaferðalangurinn með hótelið og Faisal ekki lengur að harka á riksjó og hann bara að byggja upp fínt hótel og stöndur og búin að koma að byggja hús fyrir fjölskylduna sína og þannig að þú hefur raunveruleg tengslana. Já, það finnst mér ekki síður, sko, hlakka til að fara koma þangað og já, bara 2 heima, þetta er svolítið
eins og bara deyja og rísa battur. Þau tengjast það því að sko mikið af gestunum allavega í hluta af þessu svo með á Indlandi eru Íslendingar. Það kemur mikið Íslendingur til mín. Mikið af fólki svona sinni kynslóð og kannski svona kynslóðinu fyrir neðan. Já, yngri, bæði yngri og eldri. Og svo hef ég mér finnst ég að byggt svolítið brú hérna á milli, því að það er alveg fullt af Indverjum á Íslandi og margir hafa komið hérna út af mér, ég hef byggt þessa brú. Það er félagi minn Guðmundur Smiður og hann bjóð til veitingahúsið Gandhi sem hérna upp í Bergstaðsstræti. Það sem Bernusbakarið var eins og. Já, og þar er fullt af Indverjum að vinna og þetta er allt fólk sem að fæsælu kannidorðið að hjálpa fólki, það þarf vísa, þetta er ekkit snúningalaust að koma til Íslands. Þannig að ég býð þar núna fyrir ofan Gandhi, bara fekk að vera þar í íbúð. Ég er bara horfið niður á göttuna og það er bara fullt af Indverjum. Það er lyktin. Já, yndislega góðu veitingastæður og allt það, sko. Og svo hef ég er svo spennt fyrir þessu ayurvediska nutti. Það er heilbrigðisstefna sem heitir Ayurveda, sem á upphaf sitt þarna í Kerala, hér að þú hefur lifað nútímanna af. Og það eru svona ayurvedisk hæli allt Kerala. Og ég fekk hinga ayurvediska nuttara, Japsi, fyrir, ég veit ekki, það var 20 ár síðan, ég manna ekki Japsi mín. En hún er bara gift kona á Egilsstöðum í dag og 3 börn og einbýlishús og nuttar og talar íslensku. En þetta Ayurveda er alveg sérkapitúli, æðislega flott viðhaldsmeðferð og þá virkar það þannig að þú kemur inn á svona spítala og hittir læknin og hún horfir í augun á þér og þú reykur út við tunguna og hún tekur púlsinn beintir svona eitthvað æðatif og hún skilgreinir þig strax. Þú ert í grunninn 3 þættir, þú ert vata, píta eða kaffa. Vata er loft, píta er eldur og kaffa er jörð. Þetta eru þau element sem manneskjan er búin til úr og alls konar undir greinar. Og þessi element eiga helst að vera í jafnvægi. Og meðferðin gengur út á það að koma því í jafnvægi. Og það er bæði gert með lyfjum, það er eitthvað til sem heitir panchakarma, þá ertu látin drekka vatn í heilan sólarhring og þú ert látin kasta upp og þú ert purgation, látin hreinsa þig út innanfrá. Og svo er nuttaður 2 tíma á dag upp úr einhverjum medisískum oljum. Og þetta, ég hef bara séð fólk fara inn á þessi hæli, bara hvað heitir þetta, kulnun? Verða heil. Og bara kemur bara stálslegið út, sko. Bara hrest, bara grænst einhver kíló og bara þetta hef ég séð virka ógeðslega vel. Og þetta er svona hæli eru víðsvegar Kerala. Það er svo til svona útgáfur af sko því að einhver leyti læknuðu okkur sjálf og það er svona voru hérna hæli sem að var byggt upp kannski á snemma á 19. öld þar sem að hugmyndin var svo að það var eitthvað sem að hrjáir þig eða getur bara farið eitthvað stort í sveit í gott gott loft og borða góðan mat og verið þá byggðum við líka spítalana fyrir utan þéttbýli til að njóta náttúru góðum félagsskap og góðum göngutúrum já og í grænu umhverfi og svo kannski eftir svona nokkra vikur að þá ertu bara búin að jafna þig það sama fólk gerir þegar það er að fara í þessar bílagrísferðir þá náttúrulega endapunkturinn skiptir engu máli þú bara læknast á leiðinni Þannig að þetta er kannski heimstofni þessi aðferð við það. Við hefum vísað þessu náttúrulega í Hveragerði hælinu þar sem er dásanlegur endurbyggingarstæður. Svo fólk væri svona endurnærast. Já, bæði félagslega og andlega. En þetta er svona róttækari nálgun þarna á þessum ayurvedisku helm, bara allt þetta nudd og þessar oljur og þessar meðferðir. Ég var bara að stinga upp á því að væri svona svipmótið væri ekkert svo ólíkt því sem við þekkjum. Herðu, en sko, eitt er þorpið sem við tala á fjölskyldan og svona, svo er eitthvað sem heitir kynslóð. Þú ert náttúrulega að svona, ég sagði á hann svona hippa kynslóð á Íslandi. Ég vildi náttúrulega aldrei viðkenna það að ég veri hipp á sínum tíma. Ég var bara Þóra og ég bara framkvæmdamanneskja og svona. En það er bara búið að setja þennan merkimið á þetta tímabil og það er allt í lagi og þetta er góð menning. Þetta var menning sem ætlaði að
deila með sér hlutum, gefa og vera gjöful, þú veist, þetta var ekki eiginhagsmunastefna. Þannig að ég vil alveg, mér finnst bara heiður að vera kallað hipp í dag. Og þú tilheyrðir þessari kynslóð? Já. Og það var verið að leita að einhverjum svona öðrum leiðum til að lifa og heldur en að var í boði. Það var að reyna að þröngu ykkur inn í. Og á Seyðisfirði þá í kringum okkur leið og þetta hótel var til alveg rosalega skemmtileg menning. Það var þarna alls konar fólk. Ég meina, Sál var þá, leiklisskólinn Sál. Þau kom austur og var að vinna og leigðu sér hús. Hljómsveitin Einstæmi sem þokkabót, það Dóri Gunn og Ingólfur og Gylfi og allt. Þeir voru bara að æfa í félagsheimilinu og það voru böll og Sveit Rúnar var þarna fyrir austan, þú veist, bara, ég man ekki allir þessu nöfn, bara afsakið, sko, en opaslega mikið ungu, skemmtilegu fólki og ég að eiga barn þarna inn í þetta mitt þetta sumar þegar ég að reka hótelið með leyfi. Í júlí eignast ég mitt fyrsta og eina barn og það var bara allt í lagi. Það var bara, dýri var bara í burðarúminu inn á hóteli og við heldum áfram að smyrja hangikjötssamlokurnar og eitthvað svona. Og bara vera saman og það var mikið tónlist. Þetta svona kynslóð og hvernig kynnistu svona, þetta þegar þú kemur suður í landsprófa? Það var svolítið öðruvísi fólk, það var ekki hippar, það voru bara betri borgar og börn úr Hlíðunum síðan með í skóla, yndislegt fólk, sko. Ég held ef ég á að fara að skilgreina þessa hippa tvíma þá finnst mér hann hafa byrjað þarna á Seyðisfirði, sko. Áður þú ferð eða eftir þegar þú kemur bara þegar við erum þarna við Leifur það streymir fólk austur, það var nóg vinna, það var verið að malbika göturnar, það var fullt af fólki í því. Eggert Þorleifsson, hann var að malbika. Ég man ekki öll þessu nöfn, þetta yrði bara, við yrðum öll vinir, við vorum að hreyfa okkur á sömu þúfunni. Maður getur sagt sko hippa kynslóðin en það var náttúrulega bara örlítill hluti af kynslóðinni sem tók þátt í þessu. Já. Flestir voru bara að gera það sama og menn að gera í dag, sko. Þetta það nú bara eiginlega að taka einhverjan þjóðfræðilegan vinkil á þetta. Ég kann það ekki, kannski. Hvað er þetta? Er þetta eitthvað stórt eða er þetta bara eitthvað smá hópur eða ég veit það bara ekki. Þetta hafði náttúrulega mikil áhrif á samfélagið og menningu og músík og alls konar. En þá erum við að tala á heimsskalanum. Sannarlega, sko. Og þú veist. Og svo hugmyndalega. Það væri hægt að lifa lífinu öðruvísi heldur en að. Já. Og það er ýmislegt að gerast. Ég man, einn mjög góður vinur minn, Árni Pétur, hann er náttúrulega, ef það er hægt að tala hipakynslóð, þá voru liðið í Skunknum hérna fyrir austan fjall. Hann hefur komið hingað og verið að tala þetta og meðal annars fólki sem fór síðan til Kaupmannahafnar. Já, svolítið flúði þröngsýnina hér, sko. En hérna, ég á svona eina litla sögu okkur Árni Pétur, ég veit ekki hvort hann mann eftir, við erum sem sagt bara eitthvað að labba niður í bæ og svona arm í arm og við situmst í sólina fyrir framan Útvegsbankans, Austurstrætismegin. Situm þar svona bara í sólinu og eitthvað að spjalla saman og þá kemur lögreglan og stjaka við okkur og ég segi hvað er bannað að sitja hér og þá segir löggan nei, en það er bannað að vera grímubúin á almannafæri. Þá vorum við sko ég einhverju pilsskopa og hann í einhverju blómaskyrtu eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta var stakk í stúfinn, sko. Það var nú svona afskiptasemi í löggunni á þessu tíma, sko. Það var stoppað, brota götu og leitað að manni, sko. Þetta er tendens ennþá. Það verður að skipta sér af fólki. Menn vilja hafa hlutin í föstum skorðum. Það er lítið á sem ógn. Já, það er sá sem er viðurkennda fyrirkomulag. Og það var það sem kannski við fundum fyrir austan þegar það var að gera eitthvað öðruvísi. En samt held ég þarna heima hafi verið svona frjálslyndara, miklu frjálslyndara samfélag mörguleiti heldur en víða. Samfélagi upplifir það sem einhver ógn svona ef að fólk hegði sér öðruvísi. Var við þetta núna í umræðum trans og fleira? Já. Hvað fólk getur alveg verið dýrvitlaust að upplifir það sem ógn hvað sér að einhver annar hegða sér öðruvísi. Já, er einhvern veginn öðruvísi. Þessi hafna því sem ég hef valið.
Já, svona á þetta að vera, það hefur alltaf verið svona. Já. Það deilir þeim sem að voru að leita að einhverju öðru lífsformi og svolítið endurskoðun á hverju ég í samfélaginu, hverju mínar skyldur. Þetta svolítið sérkennilegt af því að svo erum við í grunnið svo miklir einstaklega hyggjumenn, Íslendingar. Við erum ekki svona samfélagsverur. Akkur erum við alltaf að vesenast í öðrum einstaklingum og skipta okkur af þeim. Við erum ekki alltaf að því. Ég held að við komumst yfir þetta eins og allt annað. En það er líka sett hippana sko að það hafa verið svona einhverja hugsjónir og svo hafi þetta meira og minna fjarað út. Margir orðið góði businessmenn. Eins og ég er að segja, mér finnst ég aldrei hafa verið hippi. Ég hef heldur aldrei litið á mig sem businessmannsku. Ég hef aldrei farið út í neitt til þess að græða á því peninga. Ég hef farið út í eitthvað að því ég held að verið skemmtilegt. Og ég held ég geti gert eitthvað gott úr því. Svo hafa peningarnir bara komið. Þú veist, það er ágætis mjólkukú að eiga gistihús. Ég þarf ekki að hafa ágjur af því. Og talandi gistihúsin mitt fyrir austan því ég vil bara ekki gleyma að minnast á það að ég sinni því lítið sjálf, ég er bara aðeinslega fullt starf að vera ég og taka móti gestum bara mín eigin. Ég er bara með mannesku í því, Benediktu Sávarsdóttur og hún er bara svo ótrúlega skipulögð, hún gerir allt svo auðvelt og smurt og liðugt. Ég þarf ekki að hafa ágjörð nokkur sköpuðum hlut. Það er bara listi á morgnana yfir alla gesti sem koma og þeir vita nákvæmlega í hvaða herbergi að fara. Lítil viðvera í resepsjón, það er bara allt klárt en alltaf einhver náttúrulega segja velkomin og svona. Það er nú oft besta skipulagið sem að allt gengur á þess að neitt aftur séðan á því að sé skipulag. Já. Það bara líður áfram. Hún er bara alveg snillingur í þessu og þetta náttúrulega gagnast mér ótrúlega vel og ég er lægin við það að laða að mér gott fólk. En þú ert lukkast vel þinn business? Blómstrar. Það er alltaf allt fullt að segja svo. Væri ráðleggingin ef að út fólk er að hlusta okkur og að segja að ég gerðu bara það sem þér finnst gaman. Já. Og þeim farið að spötu þannig. Ekki vera að reyna að gera eitthvað sem að borgar sig eða sem að þú getur aldrei svo hafa gaman. Já, og bara hafa gaman á leiðinu. Meðan það er. Það er leiðinin ekki leiðarendin sem skiptir máli. En svo getur maður að tala svona þegar maður er á þeim forréttinda stað að businessi gengur vel. Ég var nú að hlusta á einhvern matreiðslumann og ég veit að það er mjög hefi rekstur að reka veitingahús. Það er bara þannig og ég veit að frá dýra syni mínum, þú veist, það verður að tala um hvað er dýrt að borða úti og hann segir sko 60% af því sem að þú sér á diskinu þínu með launakostnaður og þá ætti þetta að borga fasteignagjöldin og dúlulú og hráefnið og allt saman. Þannig þetta þessna er líka fullt af veitingastöðum að fara á hausinn. En gistibransin er bara búið rúm. Ég var að töða yfir því á Facebook daginn að ég fór það var svo ótrúlega svangur að ég datt inn á hamborgarastað klukkan 4 í eftirmiddaginn, hefði ekkert borðað og var bara í símanum að svara ykkur og svo segi sest að borðið og þetta ég var að borga 4.160 fyrir hamborgar. Já. Og ég sagði bara, það er dálítið vel í lagt. En það er svona launakostnaður og svo leiti ég í kringum mig, það var náttúrulega var klukkan 4 en ég var bara einn á staðnum sko, það var eitthvað fólk hann inn í eldhúsi og eitthvað fleira. Þannig að til þess að launakostnaður verði ekki svona mikil, þá þarf þetta að hafa svona til mikið rótir á staðnum til þess að halda verðinu niður. Ég heyrði þennan veitingamann, ég held að hann er ekki Kastró eitthvað slikt. Kastrúp. Hann er alltaf að hvetja veitingamenn til þess að hækka verðið bara. En hann var að segja það sko, þetta væri bara, þetta var ekki hægt, já. En ég fekk mér ægilega fína avokado, kál og egg á Laugaveginum í gær, kaffibolla og djúsglas. Það kostaði 5.000 kall. 5.000? Já. Það myndi ekki kosta það á Indlandi. Nei, sko reglan er að allt á Indlandi er 10 sinnum ódýrara heldur hér eða jafnvel meira en það. Alveg sama hvað það er, hvort það er kjóll eða kjúklingur sko. Heyrðu, Seyðisfjörður, hann er fallegur eða ekki? Himneskur. En hann hefur sína galla, sólin sest snemma. Það sem að mér fannst þegar ég var vegviltur, ungur maður og Seyðisfjörður, það sem er vest, þetta er eiginlega bara ein gata, þetta er alveg lappa frá farfuglaheimilinu út í frystihúsið,
Þetta bara eins og að labba bara upp í Breiðholtið eitthvað. Já, hann langt, sko. Það rosalega langt. Já, það Austurvegurinn langur, hann það alveg. En við höfum líka miðbæ, allt í kringum lónið. Já. Eru gömul hús og það eru veiting. Það fyrst og fremst þessi gata sem svona löng. Nei, það fyrst og fremst miðbærin. En nú það að gerast eftir síðustu hamfarir. Að Búðareyrin sem að ég eiginlega búin að eyða dálítið miklu mínu lífi í að vernda öll gömlu bryggjuhúsin og allt sem átt að rífa og eyðileggja, að það var bara eyðilagt í einni svipan. Ég satt við gluggann mín í farfuglaheiminu og sá bara fjallið steypast yfir Búðareyrina, tók með sér 14 hús og náttúrulega fyrsta sem hugsa hver dó einhverju, það gerist sem betur fyrir ekki. En þarna fór bara heilt hverfi, elsta hverfi bæjarins á einu bretti, það sem eftirstendur á svo að reyna að flytja inn í bæ. Þannig að Búðareyrin úr sögunni, sem náttúrulega bara... Og þá flytja hús og kannski endurins eitthvað þeim sem að eyðilögst það? Það held ég að sé alls ekki að dagskrá, sko. Það verður þá að vera einhverjum engagera. En þetta hefur mikil áhrif á bæinn, bara hvernig hann lítur út? Það alveg, já. En líka náttúrulega öryggistil fyrir fólks að búa þarna. Það svo magnað, þá ég að tala um þessa seglu, sko. Við skulum ekki bara öll hafa pakka hann í tösku og farið þessi óskup dundu yfir, en það ekki svo. Einhverjir gerðu það, eða fluttu allavega burtu af hættusvæðum, en í rauninni öll hlíðin dálítið, já, hún dálítið veikburða, sko, þarna, undir strandatindi og inn í bæ, undir botna hlíðinni. En þetta var rosalegt að horfa á þetta. Það var búið að rigna, þetta var í desember og búið að rigna í viku, og maður svona að rýna svolítið út í grámóskuna, sko, og rigninguna, og þá bara orgaði fjallið og steypti sér yfir bæinn. Þetta var hræðilegt. Og í framhaldinu fórum við öll í halarófu yfir Fjarðarheiði og í bara einhverja flóttmannabúðir upp á Héraði. En voru samt komin heim fyrir jól. Þetta 18. desember. Og þetta mun gerast aftur. Þetta mun gerast aftur. Það hætt við því. Ekki, það bara, þannig það bara. Það væri glabræði að reikna með því að þið myndi ekki gera þetta. Já. Það líka eftir að gjósa á Reykjanesinu eftir. Það bara í góðsíkáki núna. Það verður aftur eftir 2 mánuði eða þessi mánuðir. Nei, ég ekki að mæla því bóta menn búa á óöruggum stöðum, en ég bara lýsa raunveruleikann. Þetta staðan. Já. En síðan það sem að þú hefur verið að berjast gegn að fá hérna fiskeldi. Já, svo bara þetta enn í gangi. Já. Og það allir, við erum bara, þetta svo merkilegt að samfélag eins og þetta skuli ekki fá að ráða því hvað við viljum. Það alveg, að það skuli ekki bara vera nóga röksemdir í sjálfu sér, að við viljum þetta ekki, 75% íbúa. Sem var skoðanakönnun sem var gerð. Sem var skoðanakönnun sem var gerð. Kannski hefur það hlutfall eitthvað breyst núna eftir að frystihúsinu loka, þá náttúrulega missir fólk vinnuna og það mun ekki verða þannig að það verði fiskurinn sem verður alinn upp eða á að ala upp í firðinum, hann verður ekkert verkaður í frystihúsinu. Það verður eitthvað útstöð vantilega það, en kannski verður eitthvað flakað, ég bara veit ekki hvað ætla sér, strákarnir, en það á bara að dælis upp og fara með þetta í sláturhúsið á Djúpavogi. Það planið. En og það verði eitthvað störf í kringu það hugsanlega að gefa þessu fiski að éta og það líka hægt að tölvustýra því, sko. Ég held að þetta sé algjör vona peningur, þessi störf. Já. En fyrir utan þetta bara svo sóðarlegur iðnaður og hann hryllilegur. Ég á vinkonu vestur á Fjörðum sem að reykur veitingahús, en hann mun aldrei með að setja þetta á disk fyrir nokkurn mann. Svona eldisfisk. Svona eldisfisk. Þetta bara ógeðslegt. Lax og silungur bleikur af því hann lifir á krabbadýrum út í hafi. Fiskur sem alinn í þrengslum í kvíum á sojamjöli, hann bara grár og svo hann bara litaður og svo hann særður og kraminn og þetta bara ógeðslegt fyrir utan það sem umhverfis áhrifin að þessu sullið undir kvíunum. Sigfinnur sem með okkur í þessari Maggi Guðmur, Sigfinnur, Benedikta og ég og fleiri erum að berjast í þessu félagi á. Sigfinnur góður listmaður því hann var sjálfur með laxeldi einhvern tímann, bara nokkur 100 tonn, nú að tala 10.000 tonn.
og það sem kvíarnar hans voru ennþá dauður botn og þegar fjörðurinn deyr þá fyrir sandsílið, þá fyrir krían, þetta bara hægfara sjálfsmorð. En ef við færum hérna á Patreksfjörð eða Tálknafjörð, þá myndir spyrja fólk þar. Það myndi hrekja okkur út úr bænum ef við myndum hallmæla fiskeldi. Ég held það þegar það búið að taka fólkinu kvótan eins og var náttúrulega gert og því rétt þetta og þetta eina lífsbjörgin, þá auðvitað þú býtur ekki höndina sem fæði þig. Ég held, og fólk þorir ekki eða vill ekki ógna sinni afkomi með því að vera eitthvað að rífa kjaft. Ég held að fólk sé vestur á fjörðin sé alveg meðvitað eyðilegginguna. Ég held sé alveg meðvitað að varan sem þeirra framleiða ekki gæðavara. En þú ferð bara orðin háður. Þeir fá ekki sérlega gott afurðaverð fyrir þennan fisk sem eru verið að alaðana. Fólk vill ekki geta þetta. Það er bara verið að framleiða eins mikið og mögulegt og meðan þeir komast upp með þetta. Já, meðan. Og svo hvað? Þetta kannski 10 ár þá er þetta búið. Ég held að núna séu ekki að horfa á þetta til einhvers langs tíma. Alls ekki og þeim skítsama þessum norðmönnum við það hvort þeir eyðileggi nokkra fyrir á Íslandi. Skítsama. Það fá ekki gott verð fyrir þetta. Samt það þannig að ég manna þegar ég var í útlöndum það munda mig alltaf af hverju til dæmis sem bara inn í París það borgar fólk meira fyrir eldislax heldur en villtan þorsk. Ég bara næðis ekki. Já, það getur verið helmikið dýrari. Norskur eldislax og íslenskur þetta ekki fyrir einhverjum árum síðan? Þetta ekki eitthvað breytast? Nei, ég var þarna, það ekkert svo mörg ár síðan, það var kannski svona 8-9 ár. Já, það langur tími í þessu ferli. En fiskur náttúrulega bara sinnsamlega dýr. Ég hugsaði þegar ég sá þetta. Ég hugsaði að þeir sem að veiða íslenskan þorsk, þau kunni ekki að selja hann, Nei. Ef þú ert með villibráð og hefst að selja það á helmingnum af eldis laxi þá bara kannt þetta ekki þá græður bara nógu mikið að þú getur selt þetta á hrakvirði. Ég var nú alltaf að koma með þorsk eða færa einhverjum þorsk í soði í Kaupmannahöfn bara í fyrra mér blöskraði verðið þá var kíló að þorski komið ef ég reiknaði yfir íslenskar krónur yfir 10 skall þannig ég held að þetta sé að breytast en ég skal ekki segja. En fiskur lúxusvara í Evrópu. Þið eru að berjast gegn því að fá fiskeldi í fjörðinn. Það gerð skoðanakönnun og megin þorri bæjarbúa sammála ykkur. Þið ávarpið sveitarfélagið. Múlaþing sjálf gerði skoðanakönnun. Þið ávarpið sveitarfélagið. Það segir að við ákveðum þetta ekkert. Þeir segja það en eru samt að ákveða þetta og það félagið hefur farið á alla vígstöðar og reynt að tala sínu máli og þá komstu bara því að sveitarfélagið að tala öðru máli við sömu stofnanir. Þannig að það hagsmunamál fyrir sveitarfélagið þetta eru tekjur, þetta fiskur í sláturhúsi á Djúpavogi. Þannig að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn á héraði, þeir vilja þetta og þeir segjast ekki að það hafa með að gera. Þetta ákveðið eitthvað fyrir sunnan. Hver ákveður þetta? Hver ákveður framtíð Seyðisfjarðar? Já, við viljum gera það sjálf. Ja, við fáum það ekki. Við erum ekki lengur Seyðisfjarðarkaupstað, við erum Múlaþing. Múlaþing segir að við erum ekkert ákveðið þetta er bara ákveðið. Já, hver ákveður það? Það er góð spurning. Leyfisveiting fyrir sunnan? Já, það er bara norsku auðgreifarnir sem ákveða. Það er bara Jens Garðar sem vill sitja þetta niður og hann heldur bara hann vinni okkur á sitt banda því hann er svo þekkilegu náungi og við hljóptum bara að sætta okkur við þetta. Það á bara að tróða þessu upp á okkur. En í baráttu ykkar upplifirðu þá að stjórnsýslan og þeir sem að ráða á Íslandi séu fyrst og fremst að fara eftir hagsmunum þessar norsku eigenda? Ég held að vitið ekki sjálf. Ég held að vitið ekki sjálf. Það er bara eins og þessar, þetta lagumhverfi er svona flækjast eitthvað á milli skrifborða. Það er enginn sem ber endanlega ábyrgð, það er reynda MAST sem veitir leyfið, MAST er í, ég veit ekki, það er fullt af fólki inni í þessu stofnunum sem skilur þetta og veit að við viljum þetta ekki, en þetta er eitthvað ráðaleysi. MAST komið í mál við einhverja konu sem held í fram að þeir var að aka sér í stólunum þannig að skrjálfaði í peningunum sem verið með í rassvarsanum sem þau fengið frá Já, þeir eru konir í mál við hana.
En hún bara að benda á það hafa þessar leyfisveitingar fyrir sjóeldi eins og vestur á fjörðum að ganga í berhögg við sko lögin í landinu, vitalög, heima hjá okkur ofanflóðulög og svona mengun og allt þetta. Mast sem á að hafa alla þessa þekkingu hlýtur einhvern tímann að vera að gera eitthvað gegn betri vitund. Það bara getur ekki annað verið. Annars ekki vilja segja við þessi hálfvitar, þeir hljóta að vita hvað að gerast. En ég þekki ekki nákvæmlega það sem hún sagði. Ég ætla ekki að fara að ásaka neitt mútuþægni, en hún hafði eitthvað fyrir sér þessu. Hún búin að svara fyrir sig, Ester þessi. Það spurning hvernig maður mægi tjá sig. Já, líka það. Hvort að sko fólk sem að vinna í stjórnsýslunni að fara í málaferli við þá sem andmælaðum, sko. Já, já. Það svolítið undarlegt mál, sko. Já, það eftir að koma í ljós, sko. Hún svaraði fyrir sig bara kókraust, þessi stúlka, ég þekki hann ekki neitt. En það samt þannig að stjórnvöld eru fyrst og fremst að reka hagsmuni þeirra sem að eiga. Já. Og við sjáum það bara því sem afgreitt út úr þinginu. Það meira og minna lög sem eru til þess að bæta aðstöðu þeirra sem að hafa það fínt. Það voða sjálfsagt sem að kemst ekki ennum þingið, eitthvað sem að bætir hag alls almennings. Já, maður sá það bara þegar Bjarni forsætisráðherra ætlaði að fara að rétta kúrsinn hjá Sjálfstæðisflokknum. Þá það fyrsta sem hann tekur fyrir er hérna fyrst útlendingamálin og svo sjókvíeldið og svo virkjanamálin. Allt þrennt sem að fer þvert ofan í þjóðina. Við viljum ekki vindmyllugarða, við viljum ekki þess að ofstopa auðnýtingu landsins, við viljum ekki sjókvíeldi og við viljum taka vel á móti fólki. Einhver staðar heldur hann hérna hissinn fylgi á þessum málflutningi. Það hefur ekki gengið hjá honum, sko. Það hefur aldrei verið lægra. Nei, ég veit. En hann var þetta bara núna í einhverju þætti í útvarpinu, Silfrinu eða eitthvað slíkt daginn. Það sem hann var að segja þetta. Já, hann tók þetta þrennt til, sko. Og svo kom könnun sem sýndi það að hann eiginlega að ganga frá þessu flokki með þessari stefnu. Já, ekki vona það takist. Herðu, Þóra, þú þetta góð heilsu, ekki? Búin að vera í þessari meðferð sem varst að lýsa þarna. Ég fer í það, í svona viðhaldsmeðferð. Og svo ég með í garðinu mínum, það kemur jógakennari á hverju mótni. Þannig að milli 8 og 9 verið að teygja sig með öðru, bæði ungu og gamlu fólki. Og jóga ansi gott. Ég meina það heldur manni lifandi og liðugum og það ekki bara gott fyrir líkamann, líka fyrir andlegu heilsuna. Það voða góð rennibraut inn í daginn, sko, að svitna á pallinum og. Þú hugsaðu vel þig eins og svolítið? Nei, ég hundlöð. Ég nenni ekki að ganga eða hlaupa eða klifra á fjöll. En þegar ég bæði með hnífa með mér í lagi, sko. Ég ekki búin að eyðileggja það í einhverju hlaupa malbyggi 40 kílómetra sem ég nú ekki alveg vissum að sé holdt. Þannig að þú fer ekki vel með þig? Vel með mig að því. Þú gerir bara það sem þið dettur í hug? Ég gerir sem dettur í hug. Og það sé besta Ég elska að vera með góðu fólki og ég er alltaf með fullt hús af góðu fólki í kringum mig. Það að fara vel með sig. Ég borða rosalega góðan mat og ég elska elda. Ég stundu vitna í það Martin Luther gamli. Hann sagði djöfullinn kemst ekki að manni sem er með góðan mat í maga, með góða sögu á vörunum innan sko fólk. Sko. Já, ég held að þetta sé bara rétt okkur. Góða félagslega líf sé besta heilsubótin. Ég held að þetta sé rétt hjá Martini. Bestu stundir dagsins að þegar við sittumst öll, ég og þetta unga fólk sem að vinna hjá mér og gestir sem ég býð eða gestur og gangandi að góður í máltíð og sittum þar í 1,5-2 tíma og svo fara allir fram í eldhús og ganga frá. Og ég með gróðurhús fullt af. Og þið finnst að þetta að vera hlutið á hverjum degi? Það það hjá mér. Það ekki allir sem getur leyft sér þetta. Ég náttúrulega forréttinda gæla að þessu leiti, ég get leyft mér þetta, en ég hef innréttað lífið mitt svona. Og það sama út í Secret Garden, að það fannst þeim voða skrítið, því að mikil stéttaskipting á Indlandi, það ekkert framhjá því litið, þegar ég sagði, við borðum saman í hádeginu, krakkar. Þannig að þá eru gestirnir bara út borg og bí, að borða á veitingastöðum, og við sitjum saman
staffið og einhverjir svona Íslendingar og prívat gestir mínir og borðum saman í hádeginu og bara góðan mat. Og þetta fannst þeir skrítið og það var svolítið gaman en líka svolítið krefjandi að koma með svona norræna hugafar inn í þetta indverska kerfi, þú veist. Þau voru allir fyrst bara, ef ég labbaði inn í herbyggi þá stóðu allir upp, þú veist. Madame bara mætt. Skelltu hælum saman. Nei, ekki alveg þannig, en svo næstu því segi, og ég bara, þetta gerir mér ekki, þú veist. Og þetta bara smá lærist og þetta breytir allir í stemningun á hótelinu þegar við erum komin í þetta að þessum sameiginlega skilningi á hvað við erum. Við höfum svolítið verið að tala svona einmannaleika hérna við Rauðaborðið. Já. Bjarni Karlsson var í vikunni og við höfum talað við fleiri það. Já. Og svo bara, mér finnst svolítið svona ríkjandi tilfinningum að svona félagslega, við séum minna í svona félagslegu öryggi eða í lífi, þessum að vera fjarlægð á milli fólks. Ég meina allt þjóðfélagi stefnir að því, þú heitir ekki lengur fólk í búðinni því þú bara afgreiðir þig sjálfur. En hérna, þetta líka svolítið spurning hugarfar, þitt eigið hugarfar. Maður getur verið einmann í fjöldanum. Þetta svolítið spurning bara þína eigin innréttingu og uppbyggingu. En ég ætla ekki að neita því að fólk sé einmann, ég finna ekki fyrir þessu Austur- og Seyðisfirði, ég get alveg ímyndað mér að þetta sé tilfelli. Ég held ég myndi deyja úr leiðindum ég byggja eini blokk einhvers staðar inn í einhvers staðar, ég veit ekki hvar. Þú getur ekki borðað svona með stórum hópa? Já, bara hitt fólk á hverjum degi og glaðst með því og borða með því. Það er náttúrulega, það verður ekki einmanna í því nema mann bara lendi í ástarsorg. Ég hef nú alveg lent í því og það flýst það enginn. Þá vanlíðan, hún er, og það er kannski eins með einmannleikan, ef þú ert í sorg, þá ert í sorg. Já. Oft lent í ástarsorg? Já. Ekki kannski, ekki svakalega oft miðað við aldur og fyrir störf, sko. Það hljómar ekkert illa, sko, þá þýðir það að þú fengið að elska oft. Já, já. Það er mér kannski ekki haldist vel á mönnum. Það ekki? Akkur ekki? Ég skal ekki segja þetta, ég er nú svolítið örlega trúar, þetta er svolítið örlega vefur, en mér haldist vel á þeim skilningi að þetta það er komið fyrir að sko, 2 eða 3 fyrrverandi koma og á sama tíma hjá mér í Secret Garden með sína nýju spúsur, þannig að þeir hverfa ekkert úr lífi mínum. Þetta er allt fyrirmynda fólk og ég er mjög sæl með stöðuna, sko. Það er eitthvað svona dreigi í þessu að tala ástarsorgina. Ástarsorg er ekkert grín. Nei. Hún er það ekki. Og þetta að, þú veist, það eru ótal silfurþræðir á milli fólks sem býr saman og búin að sofa saman og verið í kottahjal í 10 ár eða 20 ár. Og það er sársaukafullt að þessi þræði slitna. Mjög svo. Já, grét bara og gólaði. Og ekki alveg gefið, sko, hvernig samskiptin eigi að vera eftir það. Nei, það er eins... Því að þú átt náttúrulega minningar og líf með einhverjum sem að þú lifir ekki með lengur. Já, og þetta er líka svolítil ákvörðun eins og kannski með einmannleikan. Þú veist, að taka á sínu eigin hugafæri, fær ekki ala með sig gremju eða biturð. Það er voðalegu farangur, ræðilegur. Þannig að vera bara sátt við sína menn og sína tíð. Og sátt við sína sorg. Og sátt við sína sorg, komast yfir hana. Geta svolítið gert grínaðin að tala svona hana eins og ég er að gera núna. Já, svona er þetta bara. Þetta er sárt sannarlega en það er ekki sárt lengur. Nei, það er... En ég þekki alveg konur sem að eru bara... gremju og reiði gagnvart. Já, get ekki bara komið sér út úr þessu fari. Ég held að lendi allir í mér, þau eru sára að fá samböndi sem endast ævina. Já, ég held að. Þessu Fæst. Þannig að það verður að taka þeim raunveruleika eins og hann blasir við. Það er ekki allir jafn heppnir og afiðin og amma sem að trúlegust í ferminga. Nei, og þau voru kannski ekki hamingjusam allan tíman. Það ekki. Og alltaf. Heldur að þau hafi verið saman út af ást eða einhverju sem að væri Já, svo ást bara eitthvað? tíðkaðist það ekki menn vera að hlaupa út undan sér út á suður, sko.
menn héldu saman en það var kannski ekki, jú, ég held að við reynda að vera ást og eindrægni, þú veist. Þeir myndaði í Bjarnar Karlsson einn á þann. Já. Hann var eiginlega að segja það að sko framhjáhaldið var bara alltaf stöðugt, hefur alltaf verið. Það var ég. Hjarta mannsins hefur bara alltaf verið eins, þannig við erum svona ekki að hugsa. Já, ég sagði kannski verið meira á kall. Og ég held að það hafði sagt eitthvað sko framhjáhald væri bara í 70% sambanda eða eitthvað svona. Hann tekki þetta sem prestur og sálhirðir. Já, hann hefur fengið fólk. Ég var náttúrulega bara á þeim tíma talandi hippatíma. Ég var bara lifði í þeirri heimsmynd að vera í opnu sambandi. Frjálsum ástum. Já, frjálsum ástum. Og það hentaði mínum mönnum misvel, sko. Þannig ég vel fullan skilning á þessu öllu saman, sko. Þetta hefur bara, sagan bara segir sér sjálf. Reyndist vera erfiðara heldur en að var stemt kannski að deila fólki með öðrum. Já. Það hefur bara reynist einstaklingunum miserfitt. Þetta er að koma aftur núna, svona opin samband. Já, það er ræða það. Menn, hjónabandið hefur kannski ekki endilega sannað sig sem eina sanna, sko. Þannig að menn eru að reyna að finna einhverja leiðir. Og við vorum að því, þarna í eina tíð. Já. Og ykkar leið virkaði ekki? Ég vil ekki segja hún hafi ekki virkað. Hún var ekkert vandræðalaus. En hún virkaði mörgu leyti. En sömuleyti held ég að sé meira látið með hjónabandið í dag heldur en kannski 75. Miklu meira. Alltaf þessar giftingar og tilstand guðminn almáttugur, þetta er bara eins og þjóðatíð í dag. Já. En þetta sko, kynslóðin er alltaf að leita fyrir sér að einhverju leið. Hún finnst aldrei hinn eina rétta sanna. Við bara höldum áfram að leita og opinn hugur er bara nauðsynlegt eins og lifur og hjarta. Og þú ert ennþá að leita ástinni? Ég er svona aðeins slakað á í því. Ég var með svona létta þráhyggju fyrir því að verða ástfangin einu sinni en áður ég hrykki bara standum. Af því að maður er svo einhvern veginn stór og mikill þegar maður er ástfangin. Maður er svo hamingjusamur. Já, svo hamingjusamur, já. Þetta er svo mikið víma, svo mikið gleði. En ég er nú aðeins fann að slaka á í því. Maður bara verður að elska fólki í kringu sig og sjálfa sig og njóta lífsins, það er líka hamingja. Eins og einhver hippahljómsveit sagði sko, if you can't be with the one you love, love the one you're with. Já. Þú mætti þessu? Já. Erðu Þóra gaman að fá þig hérna og meira að finna ástina? Já, mér finnst ég verið inni meðri. Erðu kærar þakkir. Takk, Gunnar Smári. Þetta eru lokin á helgispjallinu. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með helgardagskránni sem er framundan. Það verður þátturinn Synir Egils verður hér á morgun og svo verður við með úrval vikunar seinni í dag og margt gott í boði hér á Samstöðinni. En takk fyrir í bili og góð helgi. Segðu það á Samstöðinni.